Já, komið sæl. Það Sýnir Egil sem hilsa þennan sunnudaginn eins og alla aðra. Í lok þáttarins verður viðtal við Harald Arnarsson, forstjóra Landsvirkjunar. En til okkar konar 3 þingkonur, Sigríður Ásthildur Andersen, Miðflokki, og Ása Berglind Hjálmarsdóttir, Samfylkingu, og Halla Hrund Lógadóttir, Framsóknarflokki. Við erum alla velkomnar. Takk fyrir. Það var einn stjórnarþingmaður hérna. Já, það verður hart að mér sótt hér. Algjörlega grillið í sem þetta. En það hérna, þið eru nýliðar á þinginu, þetta fyrsta, hvernig var þetta? Þetta sem þið búin með, hvernig fannst ykkur það? Þetta búið að vera líf og fjör, lærdómsríkt verði ég að segja. Það eru þetta mikið innra starf sem á sér stað á þinginu, ólík nefndavinna sem skiptir gríðarlega miklu máli, og svo auðvitað kannski það að læra á gangverki sem hefur mikil áhrif á hvernig hægt að beita sér, eins og Sigríður þekkir betur við, til þess að hafa áhrif á ólíka málaflokka. Þannig að ég myndi segja þetta hafi verið lærdómsríkt þing. Skemmtilegt. Já, mjög skemmtilegt. Ég myndi segja, 90% af vinninni er mjög skemmtileg, svona eins og í flestum störfum, 10% krefjandi, og þetta málefni sem voru á dagskrá síðasta þing sem að voru þungu vöfu. Já, síðasta þing endaði lindar með ósköpum eða stórum kvelli. Já, ég tek nú undir upplifun Höllum. Ég hef þótt þetta mjög lærdómsríkt og skemmtilegt. Þetta skemmtilegu vinnustaður sem kannski kemur fólki óvart sem að fylgist bara með fréttatímanum. Því að til dæmis við Halla sitjum nú saman í umhverfis- og samgöngunefnd og það á bara sérstað alveg svakalega góð samvinna, engin læti og það svona kannski megin hluti þingsins sem að þess eðlis, en svo auðvitað fór þetta alveg í skrúuna má segja þarna í sumar út af bara mjög ólíkri nálgun á það hvernig þetta átt að málþófi. Já, málþóf, þetta var náttúrulega bara málþóf. En mér finnst vera svona, mér líst vel á nýjan þingflokksformann Sjálfstæðisflokks og ég hlustaði á hann ræða við þingflokksformann Samfylkingarinnar í morgun á Sprengisandi og mér fannst vera ákveðin svona nýr tónn þar sem að hann sló hvað varðar samvinnu, því auðvitað erum við þarna öll til að vinna að hag þjóðarinnar og við gerum það ekki með endalausum málþófi, það alveg. En þessi þingflokksformannaskipti á Sjálfstæðisflokknum, þetta kannski vegna þess hvað flokkurinn hefur greinilega tapað fylgi í málþófinu og það nýja ásýnd, hvað heldur það, Sigríður? Þetta var á mig, já. Já, það var nú áhugavert að heyra nýjan þingflokksformann svona lýsa því yfir að honum hugnaðist nú ekki málþóf, hann tók nú þátt í því en fráfarandi þingflokksformaður, ég man nú bara valla til þess hún hafi haldið ræðu í allt sumar, hún Hildur Sverris en hún gert það auðvitað eitthvað en hún var svo sem ekki áberandi í ræðuhöldum sjávarútvegsmálin í það minnsta. Ólafur var það, já. Þannig ég held að þetta sé nú kannski eitthvað fyrirsláttur eða svona, menn hann kannski reyna að bera eitthvað klæði á vopn eða reyna að sýna fram á eitthvað svona nýja ásýnd Sjálfstæðisflokksins á þinginu. Ég held að hún verði nú ekki að því að ég skil ekki betur en ef ég skil það rétt að það er bara full samstaða þessar breytingar á þingflokksformennskunni og Hildur sjálf bara vék til þess að gefa honum eða aðalega náttúrulega formanninum tækifæri til þess að velja sér. Það er ekki full samstaða þó að þetta séu lyktirnar. Það er ekki sígur bara til hliðar. Nei, ég veit það, já, það var þannig. Það er ekki að búa til fæting við nýjan formann flokksins. Nei, enda hún lýsti því líka yfir, hún Hildur, hún væri að stiga til hliðar til þess að það yrði ekki. Þannig að það er auðvitað einhver spenna þarna í þingflokknum og það er ljós bara formaðurinn sjálfur vill hafa eitthvað sem handgenginn sér. Sem að minnst getur talað sér tryggilega handgenginn sér. Það ég held að menn hafi nú verið það í þingflokki Sjálfstæðisflokksins alltaf tryggir formanni á hverjum tíma. Ég held að það sé engin formann sem hafi ásætt þess að einhvern veginn að efast það. Dæmið það að formaður Sjálfstæðisflokksins hefur líka verið þingflokksformaður. Það enda langt síðan. En það Einmitt, svo miklu máli að þetta skipta að vera þingflokksformaður. Já, en þetta auðvitað kannski sérstakt í ljósi þess að Óli er hérna nýr þingmaður og það auðvitað krefjandi eins og þær hafa verið að lýsa hérna að vera nýr þingmaður, menn það tekur menn tíma þingmenn að læra á þingstörfinu. Ég myndi segja nánast allt kjörtímabili, menn læra það ekki bara á hérna einhverjum nokkrum mánuðum. En Sigríður, þú varst í Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík. Já.
Nú formaðurinn úr Suðurkjördæmi, varaformaðurinn úr Norðausturkjördæmi, ritarinn úr Suðurkjördæmi og þingflokksformaðurinn úr Norðvestri. Já. Hvað akkur enginn úr Kraganum eða úr Reykjavík? Nei, ég get ekki náttúrulega svarað fyrir þennan flokk. Heldur ég komið það, en mér finnst... hissa yfir þessu? Jú, ég hissa og hvað maður að segja hneykslað. Nei, ég er svona smá... mér hugnast nú ekki kannski ásýndin að þessu leyti, af því ég er nú ennþá þingmaður fyrir Reykvíkinga. Og mér hefur ekki þótt vanþörf svolítið á að svona raddir Reykjavíkur sérstaklega sko, því ég vil ekki bara tala um höfuðborgarsvæðið, af því að ég tel að Reykjavík hafi svolítið borið oft skalan hlut á borði í ýmsum málum, tala nú ekki þetta bara í borgarstjórninni, þar sem hagsmunir Reykvíkinga hafa nú ekki beint verið hafðir í fyrirrúmi, en á þinginu líka. Þannig að þetta kannski eitthvað sem að formaðurinn hugsaði ekki út í, formaður Sjálfstæðisflokksins hugsaði ekki út í, að það þyrfti að gæta jafnvægis að þessu leyti líka. Það er ekki bara hægt að velja kannski fólk sem handgengið sér, og það er auðvitað heldur ekki klókt yfir höfuð almennt í stjórnmálum að raða fólki sem yfirlýstu stuðningsfólki allt í kringum sig, en þetta er leið sem að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að fara núna og sjá hvort að hann kom eitthvað öflugri til leiks núna þennan þingvetur. En það kemur óvart ef flokkurinn ætlaði ekki að veita raunverulega stjórnarandstöðu á þessu þingvetri. Sjálfstæðisfólki Reykjavík lítur också líka í Kraganum, sko, sem náttúrulega vígi Sjálfstæðisflokksins. Já. Þar er eiginlega enginn í forystustöðunni. Öfugt sem áður hefur verið og var. Já. En þeir hafa svo sem líka möguleika, þetta fólk, svona borgarilega þenkjandi fólk, það getur svo sem líka snúið sér annað ef að því finnst. Ef þeim er ekki mætt á heimavelli, þá eru svo sem... Það er mútið góða fólki. Já. Það er nú formaðurinn ykkar býr á Eyðibýli á Austurlandi, eða ekki? Nei, það er langt síðan það var. Þingflokksformaðurinn er í Norðvestri, eða ekki? Það var langt síðan. Ertu að tala um formann flokksins? Hann fluttir sig. Já, hann fluttir sig. Já, hann er búið hérna í Kragakjördæminu, og svo er flokkurinn með mig og Snorra Másson sem þingmenn Reykvíkinga. Bæði Snorri og ég Reykvíkingar í húð og hár, og brennur svolítið fyrir málefnum Reykjavíkur líka. En þetta var líka áhugavert svo sem að heyra í nýju þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins tala um að einhvern veginn, eða ég veit ekki hvernig að túlka þetta, eitthvað svona uppgjöf í stjórnarandstöðu fannst manni svolítið með þessu svona lýsi við þessum málþófi. Ég upplifði ekki þannig. Ég upplifði þannig að þau væri að snúa sig frá þeirri leið sem að þið mörkuðu svolítið í stjórnarandstöðuna að vera í þessu málþófi, og Sjálfstæðisflokkurinn var að taka ákvörðun að þessi leið sem að þið hafi valið, hún er eyðimerkurganga sem við ætlum ekki að taka þátt í. Já, en svo sem Sjálfstæðisflokkurinn leiddi nú umræður í sjávarútvegsmálum, vildi gera það sem helst upphaflega. Já, sér svo stöðuna sko eftir það að flokkurinn tapar fylgi og Já, hann er bara að vera að tapa fylgi lengi, það var löngu áður en þetta er komið, og ég held að kannski að menn horfi kannski til þess að það hafi kannski þurft að stöðva þetta mál fyrr, og ég held svo sem að ríkisstjórnarflokkarnir munu ekki til lengri tíma græða á, ef við erum að tala bara um veiðigjaldamálið, hækkun veiðigjaldsins, þá verður það ekki til einhver fylgisaukningar fyrir þessa flokka til lengri tíma litið, þegar menn fara að sjá afleiðingarnar af því, eins og kannski nú aðeins að koma fram núna í kjördæmanum einmitt út á landi. Finnst ykkur þetta stórt mál, skipti á þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins? Ég er auðvitað bara ánægð að heyra þennan samvinnutón sem að birtist hjá nýjum þingflokksformanni sem er auðvitað eina stefnan sem að raunverulega skiptir máli, og auðvitað stefna Framsóknar að vinna saman á málum. Þannig að ég fagna því mjög, og ég held... Þú ert ekki málþófsmanneskja? Þetta er spurning um aðferðafræði. Það að veita ríkisstjórninni aðhald er eitt, en síðan er það auðvitað hvernig þú gerir það. Og ég held að sé mjög mikilvægt að við eigum kröftugar umræður í þingsal, en síðan erum við auðvitað með ríkisstjórn og mál eru leidd til lykta með atkvæðagreiðslu og annað. Þannig að ég kannski horfa á það fyrst og fremst þannig að við vorum með rýni á þetta frumvarp, til dæmis sem snerist að því hversu skarpt væri gengið í þessari hækkun, og það hversu mikilvægt það er að horfa á mat af byggðaráhrifum sérstaklega. En það er að koma þeim athugasemdum á framfæri án þess að tala út í eilíðina.
Og ég bara verð að segja, ég held að sé miklu meiri sóknar tækifæri fyrir íslenskt samfélag. Ef við eyðum tímanum meira í því að ræða fjölbreyttari mál og skiptast á skoðunum og halda svo áfram með þau, heldur en ef að við erum að festast í löngum umræðum sem að kannski líka bara, takmarka það að við getum verið að ná jafn miklum árangri heilt yfir. Ég verð nú aðeins að fá kannski að taka til varna fyrir það sem þið kallið málþóf. Það er málþóf það núna. Já. Vegna þess að það er alveg ljóst að þegar menn fara í það að ræða, það er ekki bara mál á þingi í þessari málstofu sem að þingið er, þá er það ekki bara til þess að koma á framfæri sínum sjónarmið. Það er líka til þess að kalla fram svör við spurningu sem vakna við afgreiðslu og þinglega meðferð mála. Og bara veiðigjaldamálið, þessi dæmi sem tekið, þetta áviðum öll mál, en þetta veiðigjaldamál, það var algjörlega vanbúið mál, það vantaði upplýsingar inn í málið. Nú þetta málþóf sem þið viljið kalla, það leiddi þó það í gegn að við fengum svör við einhverjum spurningum sem þarna voru lagðar fram. Löngu eftir að þinginu átti að vera lokið, löngu eftir. Þannig að það bar þó þann árangur að við fengum einhverja útreikninga sem að síðan hins vegar leiddu í ljós að málið var gallað, mikið gallað og vöknuð upp aðra spurningar sem ennþá eru ósvarað. Þannig að þetta er svona, það er auðvitað þarna einhver þunn lína sem að hægt er auðvitað að fara yfir þannig að málið sé komið út í einhverja ógöngur í umræðum sko. Ég er alveg sammála því. Ég tel hins vegar ekki að málið í þessu tilfelli, það hafi verið komið að þeim mörkum vegna þess að maður hefur ekki upplifað það áður á þinginu að það sé ríkisstjórn og ráðherra sem fara með svona mál sem að lenda í því að málin færi þennan farveg í þinginu að menn séu svona óbáslega óráðþegnir á þinginu. Venjulega hafa menn séð að sér ráðherrar tekið mál tilbaka og komið til móts við þingið með þessar spurningar og svör og reynda að svara og eftir atvikum bæta en minnst reynda að svara og reynda að slá á áhyggjur þingmanna að máli sé takt til atkvæðagreiðslu. Og þetta er í fyrsta sinn að því að nú hef ég reynslu umfram það er hér við hliðina á mér á þinginu. Þetta er kannski það sem að ég er að upplifa fyrsta sinn á þinginu að öðru leiti hafa þingstörfum verið bara svona með hefðbundum hætti og ágæti stemming og allt í lagi með það en þetta er svona nýtt sem að ég er að uppgöta á þinginu þessi svona og ég verð að segja að það er nýliða bragur á þessari aðferðafræði að keyra mál einhvern veginn svona áfram og segja bara nú stjórnum við og þið þurfum að sitja til hliðar. Þetta er ekki til velfarnar. Ég er nú bara að verða að vera alveg hjartanlega ósammála því það hefur komið fram að það eru fá mál sem hafa verið vel ígrunduð og fengið mikla greiningar eins og þetta mál og það sem gerðist þarna var að umræðan var komin algjörlega út í öngstrændi og stjórnarandstaðan hleypti því ekki yfir í þriðju umræðu nefnd þar sem það hefði einmitt getað haldið áfram að skoða þessar spurningar sem þó vöknuðu og hefði verið hægt að setja fram á örfáum klukkustundum í staðan fyrir að tala þarna í hátt á annað 100 klukkutíma eitthvað sem var orðið algjörlega ótengt þessu máli og fólki í landinu sá bara þennan skrípaleg fyrir það sem hann var. Þetta var náttúrulega bara málþóf og Sjálfstæðisflokkurinn búið að koma auga á að hann skilur þeim ekki neinu. Hvað er það settir í spádómi Sigríðar að þessi sigur ykkar núna í sumari eftir að súrna þegar koma fram fleiri fréttir eins og frá Vestmannum að vera að segja fólki og Guðmundur í Brím var að hóta því að segja fólki og svo allt í nú koma afleiðingar af þessum breytingum. Já, en þetta sem við erum að sjá núna er ekki hægt að skrifa á veiðigjöldin. Þarna verður bara að horfa á rekstur fyrirtækjana. Þeir sem eru að reka fólki segja það, sko. Já, þeir segja það, en það er líka bara hægt að skoða rekstur þessara fyrirtækja þær ákvarðanir sem hafa verið teknar og þar má glögglega sjá að skuldastaðan er há, fjármagnskostnaður mikill, það er verið að gera upp í erlendri mynt. Það er það sem er bent á allan tíman. Þannig er rekstur sjávarútvegsfyrirtækja í dag. Já, það er há skuldastaða, það er mikil fjárfesting, þetta er fjárfrekur atvinnurekstur. Þetta er atvinnugrein sem að ber miklu meiri hagnað heldur en aðrar atvinnugreinar í landinu. Nei, það liggur nú fyrir og byggir á auðlindum þjóðarinnar og það er réttlætismál að auðlindin fær greitt fyrir notkun að þjóðin fær greitt fyrir notkun á þeim auðlindum. Svo er það nú annar mál. Hvað er þjóðin að fá greitt út þessu hækkun viðgjalda? Fiskveiðar heldur aðra auðlindir landsins. En sama hvað hér, þá má í raun og veru samt segja að það hefði verið líka hægt af ríkisstjórninni að tilkynna það sem var síðan gert í þessum aukafundi sem átti sér stað frumvarpið, að þá var ákveðið að fara í ákveðið byggðamat og þá var rætt. Og hvenær var þessu aukafundur? Já, það var löngu eftir allar þessar löngu umræður. Þannig að það hefði verið heiðalegt líka
að fara að tilkynna það þá strax í þingsal að það ætti að halda slíkan fund. Þannig að þetta er að báða bóa og kannski aftur. Ekki að báða bóa, heldur einmitt bara. Það er annan, ríkisstjórnin hefði getað haldið betur á spilunum í þessum málum, borið málið miklu fyrr fram og leyft gestakomur sem að var óskað eftir, það var hyggst á að kalla til tiltekna sérfræðinga sem gerst þekkja embættismenn hjá skattinum og fleiri. En sama tíma var umræðan auðvitað þvælt. Nei, það kom margar áttir og ekki þeir sem óskað var eftir. Ekki sérfræðingarnir sem að sérstaklega var óskað eftir. Ég ætla bara að segja svo leikskólum, það hefði nú báði geta bætt sig. Já, ég tek alveg undir það. Það má alveg rýna þarna og eflaust geta báðir aðilega séð að það er eitthvað sem hefði mátt betur fara, en það breytir því ekki að málþóf eins og átt sér stað þarna er ekki til hagsbóti fyrir þjóðuna sem við sannlega erum þarna mætt til að vinna fyrir. En nú er verið að segja fólki og leikur hótun að flytja fiskvinnsluna úr landi. Finnst ykkur komandi greina að setja kvaðir á þá sem að fá kvóta, að þeir landi á Íslandi og vinni á Íslandi? Til þess að hindra það að fiskvinnsla verði flutt í láglaunalönd? Mér finnst það alveg komið til greina og það var nú einhver umræða það á þinginu síðasta vetur, en þetta er eitthvað bara sem þarf að skoða. Það er ekki bara nauðsynlegt, ég má blanda mér í þetta. Þetta er auðvitað kannski stóra málið og sem að kannski greiningarnar náðu kannski ekki alveg utanum sem að vera að ræða hérna Þú veist, hver verða byggðar áhrifin? Varðandi þann hvata. Það hafa náttúrulega orðið að gríðarlegt magn sem hefur var flutt áður til vinnslu út í heimi. Sko. Algjörlega, og minna að þú horfir til dæmis á Noreg. Hvernig eru hlutirnir þar? Nú þá hefur leiðin verið svo að það hefur verið að færa störfin þá annað. Og auðvitað skiptir máli í samhengi við Ísland og byggðir landsins að við séum með öfluga vinnslu hér á landi. Það hefur líka verið hluti af okkar samkeppnisstöðu að vera með þessa sérstöðu að við erum að vinna einhvern veginn alla keðjuna. Þannig að það þarf líka að hugsa hvað það þýðir ef að vinnsla fer á landi, hvað það þýðir fyrir meira heldur en fyrirtækin sjálf, hvað það þýðir fyrir samkeppnisstöðu okkar til lengri tíma. Og þetta er eitt af því sem að ég held að þurfi að horfa betur á og varðandi hvort það eigi að skylda eða ekki. Það þarf að fara að vanda líka hvernig slík löggjöf er sett þannig að áhrifin séu þá í takt við þau markmið sem við viljum sjá. En ég segi bara fyrir mitt leyti, það er ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að löggjöf sé ekki að grafa undan samfélögum. Við erum að tala bara í okkar kjördæmi, við erum að tala Höfn, við erum að tala Vestmannaeyjar, Suðurnes og svo framvegis. Þar sem að sjávarútvegurinn er algjört hryggjastykki. Þannig að allar svona pólitískar ákvarðanir þurfa einhvern veginn að vera hugsaðar til langs tíma og tryggja það að samkeppnishæfnin okkar til langs tíma sé sterk. Já, en kom ekki ríkisstjórnin eitthvað á móts við stjórnarandstöðuna með breytingu á þessu frumvarpi? Jú, það var, frítekjumarkið var hækkað, ekki einu sinni, heldur áfram og það var kannski líka ekki aðeins til að koma til móts við stjórnarandstöðu, heldur umsagnir og bara málefnalega. Seint síðir. Það voru gerðar breytingar í tvígang, held ég. Og enda þetta þá voru breytingarnar það miklar að Nei, ég held það ekki, en síðan bara heildar... Myndur segja já í atkvæðagreiðslu núna? Nei. Heildarmyndin er líka síðan svo, af því hér er talað þetta frumvarp hafi lagt til þess að gefa þjóðinni tækifæri til að eiga fá sanngjarna hlutdeild. Þetta málefni var rekið á okkur svona tilfinningum. En hver er heildarmyndin? Hver verða tekjurnar af þessu máli? Hvað, 8 milljarðar, kannski 10 milljarðar í ríkissjóð? Það er ekkert, Hvað er það séu margir klukkutímar á elliheimili til þess að reka hérna? Þegar ríkisútgjöldin eru Þetta er ekki nema ein áslaun Þorsteins. Nei, þetta hefur í stóra samhenginu fyrir ríkissjóð mjög lítil hverfandi áhrif en hefur mjög mikil áhrif á greinina sjálfa og við erum að sjá það. Og þú spyrir kemur til greina bara að skylda þá til þess að haga rekstrinum með öðrum hætti. Akkur spyrir ekki bara, kemur ekki bara til greina bara að banna, ef ekki bara að banna að veiða eitthvað fisk? Bara banna að veiða fiskinn.
ef að menn ætla að því menn vilja hafa eitthvað tiltekið rekstrarform á því. Það er tilgang að halda fiskvinnslu í landi, það er líka tilgang. Enda hefur íslensku sjávarútvegs fyrirtæki, enda hafa þau lagt sig í líma við það og haft það að meginmarkmiði að fiskvinnslan sé hér. Og það hefur nú kannski verið ágreiningurinn hérna, menn hafa ekki getað hort á það að menn hafa verið friðlausir með það, að það hefur verið fiskvinnslan og menn hafa viljað aðskilja allt saman og stjórnmálamenn hafa viljað hafa puttana í þessum rekstri. Og ég ekki, og nú þessi komin upp hugmynd, ekki bara skylda á til þess að haga bara einhvern veginn vinnslunni allt öðruvísi og gera þetta bara allt annað, þess vegna spyr ég bara á móti, en bara, verður ekki bara allir sáttastir að við bara hættum að veiða loðnu til þess, hættum við bara, þá ekki verið að rífast þetta. Þetta svolítið attitútið í þessu, sko. Ég kann ekki við þetta attitút, ég hef aldrei hittið á það fyrir núna. Nei, það er bara svona, þú spyrir þérna, kemur þig að skylda á til þess að vera með, það hefur verið vinnsla hérna. Og núna þegar forsendurnar eru orðnar aðrar og menn bara opna bækurnar og segja, þetta er reksturinn, við erum svona skuldsett, af því þetta er fjármagnsfrekur rekstur, það þarf að vera með nýsköpun, það þarf að fjárfesta til langs tíma og menn þurfa auðvitað að fá einhvern arð til þess að geta staðið undir þeim fjárfestingum. Ef að það verður ekki, og þá hættar menn að fjárfesta. Þá hættar menn að fjárfesta. Það er líka fjárfestingar í ótengdum rekstri við fiskvinnslu. Það má heldur ekki, sko. Menn eru líka að sjá ofsjónum við því að sjávarútvegsfyrirtæki sé að fjárfesta í ótengdum rekstri. Það bendir til þess að það er talsverður afgangur sem ætti þá kannski bara að nægja til þess að þó reka það sem að kemur upp á Þarf þú að missa svefni við því að fyrirtæki, tökum dæmi fyrirtæki eins og Grenivík sem ég var að heimsækja eitthvað lyfja operation þar sem hefur verið sett á laggirnar með tilstöðla sjávarútvegsfyrirtækja þar til þess að efla byggðina þar, til þess að skapa störf í smáum byggðum út á landi. Þarf þú að missa svefni við því þótt að þau séu fjármagn á sjávarútvegsfyrirtæki? Þetta ákveða hvort það sé ekki peningu fyrir að fjárfesta í sjávarútvegi, þú segir það í annar veginn, en síðan ertu að segja að það sé allt í lagi að fjárfesta í einhverju allt öðru, þannig að þá eru peningandi til, þannig að þá er þetta rangt hjá þau fyrra, það getur ekki bæði verið rétt hjá þau. Nei, auðvitað hafa þessi fyrirtæki, sum fyrirtæki. Peningar til að móka í mokkan og Frontex og Majónes og mörg þessar fyrirtækja eru nátengt sjávarútvegsfyrirtæki. Þetta er auðvitað, margur þessar fjárfestinga er auðvitað, það er mjög svona grá lína hvað er tengt sjávarútvegi og hvað ekki. Og menn reyna auðvitað út á þessum byggðum, í þessum byggðum litlu byggðum út á landi, þá reyna menn auðvitað að standa með sinni byggð, reyna að hjálpa nýjum atvinnurekstri að komast á laggirnar, þó nú væri. Þangað til við selja kvótann eins og... En má ég aðeins bara... Hefur þú upplifað þannig að menn, það sé markmið ykkur í sjávarútvegi? Ég hef ekki hitt neitt sjávarútvegi í sjávarútvegi sem er með þetta viðhorf til sinns atvinnurekstrar, sinns sjávarútvegsins eða til sinnar heimabyggðar. Ég hef ekki hitt neitt slíkan mann eða konu í sjávarútvegi sem að hugsa svona einhvern veginn. En Sigríður, auðvitað er það þannig að þá að vera ábati, við erum með auðlind sem er takmörkuð, þá auðvitað að vera ábati greiddur henni til þjóðarinnar. Það er gert. Sá ábati kemur auðvitað í gegnum veiðigjald, það er eitt. En svo kemur hann líka í gegnum aðra skattheimtu og það sem þarf að finna jafnvægi í og kannski stilla af er það að hluti af ábatanum er auðvitað líka þessi störf hringinn í kringum landið og hluti af ábatanum er líka það að Geiri sig sterkur þannig að hann geti verið að reka hér öfluga vinnslu sem gerir okkur samkeppnishæf, fjárfesta í nýsköpun og svo framvegis. Þannig að eitt útilokar ekki annað. Og mér finnst mikilvægt að við séum þegar við erum að ræða þannan ábata að við séum að horfa á þessa heildarmynd en séum ekki að rífast annað hvort. Ég ætla að taka mér svona dagskrá. Það er ekkert annað sem að vakti við stjórnarandstöðuna en að horfa á þessa heildarmynd. En ríkisstjórnin vildi ekki horfa á í umræðu veiðigjöldin. En daginn spilaði íslenska körfuboltalandslið í Ísrael, það var svona raddir það þeir ætti bara ekki að mæta til leiks og svo er það líka með Eurovision og Ísrael. Hvað á Ísland að gera? Ég er að sína... ég ætla nú vil nú helst ekki tjá mig, ekki að spila leik núna, ég ætla nú að bíða með að tjá mig þetta þannig að þeir væru hættir keppni á þessu móti, en ef það er rétt sem að haft eftir formanni Körfuboltasambands Íslands að strákarnir hafi ekki viljað spila við Ísrael að þeir sjálfur. Ef þeir vilja ekki spila við Ísrael á svo móti, þá eiga bara ekki að mæta mótið. Þetta líðst ekki neinum íþróttagreinum á okkur mótum að þessum menn geta bara sagt, ég hef ekki áhuga að keppa þennan Ameríkana úr Trumplandinu eða
spila við þennan. Sko, íþróttamenn eiga bara að spila sína leiki. Og þeir hefðu nú alveg vel úr því þeir voru með þetta viðhorf til andstæðinga sinna í þessum kappleik, þá hefðu þeir sko í lagmarki mátt vinna það. Það tókst þeim í kendur. Eins og stelpurnar gerðu. Ég verð að segja að mér finnst mjög mikilvægt að Ísland sem er skýr skilaboð þegar kemur að málefnum Palestínu og hins vegar það þannig þegar við erum að horfa á... Hver þau skilaboð vera? Þegar við erum að horfa á að við styðjum þann málstað að það sé tveggjaríkja lausn og svo framvegis. En þegar það verið að varpa því yfir á einstaka íþróttaleikmann eða einstaka söngvara að taka einhverja pólitískar ákvarðanir. Nú ef það á að vera þannig að hver einasti leikmaður þarf að taka pólitískar ákvarðanir á því leveli, þá er það eitthvað sem stjórnvöld þurfa að hugsa. Mér finnst ekki rétt að vera að verpa slíkri ábyrgð á einstaklinga á öllum aldri. Mér finnst við þurfum að horfa það með einhverjum öðrum augum. Já, ég tek undir það, en eins og varandi Eurovision þá myndi ég vilja sjá það gerist bara að líkt hengandi þjóðir með okkur myndu bara halda sína eigin útgáfu af Eurovision núna á komandi ári. Að við tökum ekki þátt í þeirri keppni þar sem Ísrael er á sviði með okkur. Það er bara, mér finnst það átakalegt að sjá okkur verið í einhverjum samskiptum við þetta land. Ég verður bara eiginlega að vera alveg hreinskilin með það. En nú er Þorgerður Katrín farin að tala eins og Alþjóðadómstólinn og segja að allt bendir til þess, margt bendir til þess að þessi þjóðarmorð í gangi á Gaza. Þegar hún segir þetta, þá það er þannig í alþjóðalögum að ef þú hefur grun að sé þjóðarmorð einhvers staðar, þá verður þú að gera allt sem í þínum valdi stendur til að koma í veg fyrir það. Þannig að þá ættir íslensk stjórnvöld núna að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að koma í veg fyrir þjóðarmorð, sem er líklega að setja á viðskiptaþvinganir á Ísrael, einhvern veginn mögulega slíta stjórnmálasambandi, fara í bókina það hvað var gert gagnvart Suður-Afríku á þessum tíma. Þannig að þessum orðum fylgir það. Hvert sjáu þið þetta mál fara að þróast? Maður séð svona undanfarnum vikum að það er eins og ráðherra ríkisstjórnin sé að leita að einhverju leið til þess að fara. Já, það er fullur hugur hjá ríkisstjórninni að standa með palestínsku þjóðinni eins og hægt er, en það þarf einhvern veginn að gera það þannig að það sé vikt í því og það sem þau hafa verið virkilega að gera er að leiða leiðtoga saman til þess að ræða þetta, gefa út þessar yfirlýsingar og búa til þrýsting. Því miður hefur það nú ekki verið kannski að duga, það er ekkert að duga einhvern veginn eins og staðan er núna og þetta ástand bara versnar og þetta er algjör lifandi martröð sem að fólk er að býr þarna í og manni fallast algjörlega hendur og ég vil nú bara koma þeim skilaboðum áleiðis til fólks að það sem að við sem einstaklingar getum gert er þó að bara að koma fjármagni til einstaklingarnir sem eru þarna að reyna að draga fram lífið því að sá litli matur sem þarna fyrirfinnst sem er að uppistöðunni hveiti og grjón eða eitthvað slíkt, það er ekki prótín, það er ekki grænmeti og ávextir og annað sem fólk er að fá enda næringaskorturinn sem að það er að upplifa raunverulegur en við getum látið fjármagn renna beint til þessa fólks. En er ekki öfugsnúið ef að stjórnvöld eiga að taka ákvörðun hvort þau spilum körfubolta eða verðum í Eurovision en síðan eru einstaklingarnir að bregðast við hungursneyðinni. Það þarf náttúrulega bara að gera bæði. Ég meni við hljótum bara að horfa til þess hvernig getum við bregðast við sem einstaklingar á meðan alþjóðasamfélagið er að bregðast. Við verðum að gera kröfu eina leiðin til þess að bregðast sem einstaklingar er að gera kröfu okkar stjórnvöld að þau bregðast við. Já, og það er verið að vinna í því að finna leiðir eins bara mikið og hægt er og þetta er ræðið við mjög reglulega og það er mikill vilji til þess að gera allt sem við getum. En það þarf að vera aðgerðir sem að raunverulega bíta. Þess vegna þurfum við að hafa aðra þjóðir með okkur í þessu. En mér langar að benda á Vonarbrú þar sem er hægt að láta fjármagn renna og það fer beint til fjölskyldna á Gaza. Hvað segir Já, þetta er þetta er auðvitað hræðilegt mál og þetta sýnir bara að alþjóðakerfið og í raun og veru ef við höfum á öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og þennan infrastruktúr sem hefur verið byggður upp frá tímum síðari heimsstyrjaldar hversu litla vigt þegar á reynir í að stöðva slíka þætti, hversu litla vigt það raunverulega hefur. Þannig að ég verð að segja bara svona sem einstaklingur þá einhvern veginn verður maður mjög vanmáttugur í þessum aðstæðum.
En ég held að það sem þú hafi verið að vísa þarna í eru orð kannski Kára Hólmars Ragnarssonar það hvernig að setja stjórnvöld slíkt fram að þá þarf að fylgja því slíkt með skýrum hætti eftir. Og auðvitað höfum við verið í mikilli kannski svona yfirlýsingapólitík. En ég held að varðandi viðskiptaþvinganir að þá sé það eitthvað sem að þurfi alltaf að skoðast í samhengi við stærri hóp ríkja til þess að slíkt hafa einhver áhrif. En oft það gott að einn stígur fram fyrstur. Það getur ekki allir beðið eftir eitthvað stígi fram. Ég held að það sé mikilvægt að það sé gert á breiðari grunni. En hins vegar tel ég vera margt jákvætt sem við getum gert. Ása Berglind nefnir hér Vonabrú. Sko Ísland hefur átt framkvæmt sín gildi í borgaralegu samhengi í gegnum hjálparstofnanir. Við höfum verið meira í að nýta okkar krafta hinu mjúka valdi. Og ég held að þetta mál sýni að meðan við ekki treyfist þarna og horfum bara á staðreyndir máls. Þetta mun ekki treyfast án þessar stórar þjóðir, Bandaríkjamenn og aðrir, taka einhverjar slíkar ákvarðanir. Það er það sem að, þannig að sko, það er raunveruleiki sem við búum við. En í millitíðinni að þá held ég að það skipti máli að við séum að framkvæma okkar gildi í gegnum samvinnu við hjálparstofnanir, í gegnum samvinnu við alþjóðastofnanir. Ég held að það sé kannski svona sterkasta leiðin. En svo er ótrúlega átakalegt að sjá alþjóðastofnanir og í raun hvernig þetta bara hrynur. Og eins og það sem við erum að sjá núna gerast er að Trump er búinn að taka ákvörðun að fólk frá Palestínu fær ekki að koma á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Það sem að einmitt stóð til að stóra þjóðir myndi lýsa yfir Já, þetta er bara, maður skilur ekki hvernig þetta getur verið að eiga sér stað og ég, Þetta er óöfilegt að hafa Sameinuðu þjóðirnar í Bandaríkjunum. Núna er það. Já, það er einlegt. Það er ekki. Er þetta ekki vont þegar hann forseti Palestínu fær ekki að koma til Bandaríkjana? Sko, þessi söngur sem ég er búin að sitja undir, hljóð og svona, tók svona kannski ákvörðun að kæra mig inn í þessu umræðu, þessu stígi. Þessi umræða er náttúrulega á algjörum villigötum og íslensk stjórnvöld gasbrandi þetta hægri og vinstri og auðvitað hafa engin tól eða tæki til þess að gera nokkuð skapaðan hlut en sitja auðvitað uppi með rjómakökuna fram að sér og spurninguna byrju allir þá ekki að setja viðskiptaþvinganir á Ísrael. Ég meina auðvitað þarf ráðherrann að svara því. Hvað átt allt saman að þýða þessi frasa sem að hérna er fleygt fram? Hvað finnst þér að stjórnvöld eigi að gera varðandi þjóðarmorðið á menn gætu kannski byrja til dæmis að því menn tala þetta leysist ekki fyrir en eitthvað en aldrei nefnir lausnina sem er bara svo að bara Hamas skili gíslunum. Hvernig væri það til dæmis Hamas er búin að segjast vera tilbúið til þess en Ísrael hafnaði eigin sáttatilraun þegar Hamas samþykkti það. Jú, það er bara búið að vera í fréttum núna í þessari viku. Nei, það er bara ekki rétt. Það hefði kannski skipt miklu máli ef að nokkrar þjóðir, tökum Norðurlandaþjóðirnar sem vilja gera sig gildandi í þessu af einhverjum óskiljanlegum ástæðum, það er minnst af Íslands hálfu óskiljanlegum ástæðum að menn vilja kæra sig inn í þetta mál, þetta áratugagamlu deilur þarna. Ef að menn hefði nú bara strax frá upphafi sagt þeir skilið gíslunum. Það er bara krafa nummer 1, 2 og 3. Styður þú aðgerðir Ísraels hers á Gaza? Nei, ég styð. Er það móti aðgerðum Ísraels hers á Gaza? Ég er bara ekki pólitík á þessu landsvæði. Þú bara skilur auði? Ég bara skilur auði þessu. Ég skil hins vegar og ég hef samúð með því sjónarmiði þeirra. Þú myndir ekki vilja gera kröfu og Ísrael hætti aðgerðum á Gaza? Jú, auðvitað myndi maður sem bara lögmaður, ef ég væri nú dregin að borðin sem lögmaður, þá myndi maður eða stjórnmálamaður. Þá myndi maður segja, kannski þú sá vægi sem vitið hefur stundum. Það þarf stundum að vera þannig, að sjálfsögðu. Og sjálfsögðu þurfa Ísraelsmenn að reyna að gera þetta þannig og garði gert að menn, sko, að því þeir vita hvernig viðbröðin eru. Þeir vita það alveg hvernig hérna Ása og Halla tala upp á Íslandi og hvernig þeir bregðast við fréttunum af þessu. Hitt er að mála fréttaflutningunum þetta líka brogaður. Það er alveg ljóst og við sjáum það alveg sem kemur ekki fréttum hér, fluttar við fréttar erlendis þegar Ísrael er að sprengja á spítala, þá er það ekki af því að Ísrael hafði markmið að sprengja á spítala saklausa borgar, það er af því að þar eru Hamasliðar sem stilla upp síðan upp myndavélum og láta fólk labba fram hjá myndavélunum þegar þeir vita sprengjan er að koma. Þetta er allt upp, það eru 83% almenna borgar sem hafa látist og örugglega fleiri þegar allt kemur í ljós. Gaza
stór hluti Gazabúa tengdir Hamas og menn bara samsama sig Hamas-samtökunum en ekki palestínsku stjórnvöldum. Það er eiginlega enginn sem tekur undir þetta með þér lengur, sko. Það er allir fjölmiðlar í heiminum sem það er enginn sem tekur undir þetta. Það er öll mannúðarsamtök. En það er ég ekki að tala stjórnvöldi hérna út allan heimur og skiptu skoðun. Þú setur einn eftir þess afstöðu, sko. Já, ég gerir það nú reyndar ekki, alls ekki. Ég gerir það nú ekki. Ég er bara að benda það. Það sem ég bara að segja. Ég hef samúð með þessu sjónarmið Ísraela og frá upphafi, frá 7. október árið, að maður skilur það að þeir ætli að uppræta þessi hryðjuverkasamtök sem hafa ekki verið til friðs nokkuð tíman, hafa stunda sjálfsmorðsárásir á saklausa borgara með stuðningi frá Hezbollah, með stuðningi frá Jemen og frá Íran og þessu löndum hann í kring. Og ég skil að nú eru þeir í þessari vegferð. Að sjálfsögðu eiga þeir auðvitað að hafa vit á því að reyna að gera það þannig að menn urlist ekki hérna á Vesturlöndum. Það liggur alveg fyrir. En hins vegar, hins vegar er ennþá gíslar þarna og mér hefur þótt lítið fara fyrir einbeittri kröfu stjórnmálamanna á Vesturlöndum í Evrópu að gíslunum sé fyrst og fremst skila. Auðvitað, ég heyrði utanríkisráðherra Íslands segja, bætti við, og auðvitað á Hamas að skila gíslunum. Já, en við skulum halda til haga, það eru líka gíslar í Ísrael og börn eru fangilsi þar í miklu magni og mér langar að spyrja, hvernig skilgreinir þú hryðjuverkasamtök? Því ég myndi bara algjörlega fara að tala núna ísraelska herinn sem einhvers konar hryðjuverkasamtök því þau bera enga virðingu fyrir þeim þó leikreglum sem eru í þessum... Það liggur það fyrir? Já, það liggur fyrir að það þeir hafa dokumentar, þeir hafa beðið afsökunar, þegar þeir hafa gert mistök, þá hafa þeir farið með það í rannsókn, þeir hafa opinberað það, þeir hafa fjallað um það. Hamas-samtökin eru þetta bara yfirlýst, það er bara þeirra stefnuskrá, þeir eru hryðjuverkasamtök. Þannig að það þarf að velkast í vafa um það. Það segir að ísraelski herinn hafi sjálfdæmi um það hvort að hann sé hryðjuverkasamtök. Nei, ég meina... En má ekki Hamas hafa það líka, þeir það kemur fram í stefnuskrá Hamas-samtökanna. Þeir vísa á að Ísrael er byggð á hryðjuverkum. Sorglegi punkturinn í þessu öllu er þetta sá að svona hlutir gerast ekki nema einhverju styðji í einhverja. Og við erum að sjá það að það er ekki hægt að beita þrýstingi eða ekki vilji fyrir því að það sé nægilegur þrýstingur, pólitískur þrýstingur utanfrá þannig að þetta hætti. Það er kannski það sem við búum við núna, að það er ekki hægt að ná því fram sem birtist í því að það er ekki verið að veita þessa vegabréfsáritanir og svo framvegis. En þetta er auðvitað líka fær mig til að hugsa átökin okkar, ef maður hugsa bara utanríkismál aftur í tíman og öll stríð og hræðilega hluti, ef við hugsum til dæmis þjóðmorðin í Rúanda sem urðu á tímum þar sem voru ekki samfélagsmiðlar og voru ekki svona kannski sama miðlunin, þá sjáum við líka hvað þetta er orðið miklu flóknara umhverfi í sjálfu sér varðandi pólitíkusu á viðbrögð. Það er í Súdan í dag. Í Súdan eru hörmungar í gangi. Já, ég saknaði stoltið að þetta þarf að snúast aðgerðir og ég held að íslensk stjórnvöld þurfi að beita sér og ég held áfram að beita sér, en ég held að sé líka þegar maður horfir á bara hvað get ég gert í dag, að þá eru það þessi borgaralegu verkefni, og ég get bara nefnt sem dæmi þó þetta séu lítil verkefni, að þá var bauðst mér að fara á námskeið í útsaum, palestínskum útsaum í vikunni sem leið sem sneri að því að safna fyrir saumavélum fyrir fólk sem er á flótta, svo fólk geti farið að reyna að búa til einhverjar tekjur til að geta séð fyrir sér. Ég veit þetta eru aumir litlir hlutir kannski í stórum samhengi hlutana, en það er allavega fyrir fólk sem er að reyna að finna sér eitthvað farveg. Það er landtaka í Palestínu, en það er svona ákveðin hótun landtöku hérna bara á Grænlandi. Þú varst á Grænlandi um daginn? Já, ég nýkom frá. Það voru fréttir að það væru leyniþjónustumenn að undirbúa einhverja hópa sem að myndu verða með kröfur inn í grænlensku samfélagi að þeir myndu sameinast Trump-ríkinu. Já, þetta eru svolítið rosalega fréttir sem að bárust okkur þarna. Já, ég var á þessu fundi með Vestnorræna ráðinu sem er ráð þar sem að samstarf Ísland, Færeyja og Grænlendinga er til umræðu. Og það var fundur í Grænlandi bara vikuna áður en þetta allt gerist. Þannig að ég var nýkomin heim þegar þetta allt poppar upp og einmitt í samtölum mínu við þingmenn þarna úti, þingmenn grænlenska þingsins, þá
kom það mjög skýrt í ljós að þau væru algjörlega meðvituð að þetta væri ekki búið þrátt fyrir þetta svo kallað bara núna svikalogn sem var kannski hérna í sumar í þessum málum. Og bara vorum við óttaslegin yfir því sem að framöndan væri þegar kemur að þessu hugðarefni Trumps landtöku á Grænlandi. Það lítur að vera einhverju Grænlendingar sem segir sem svo að ég menna það er ekki búið að vera góð vist hjá okkur hjá Dönum. Það lítur að vera skárra bara að vera hluta af Bandaríkjunum. Já, það sem að Grænlendingar vilja með það er ekki beint svona eins og maður sé sko svikar við þjóðina ef maður í nýlendu og vill kannski tengjast bara einhverjum öðru ríkjum. Já, það sem að ég heyrði mjög glögglega í mínu samtölum var að þau vilja fyrst og fremst fá að ráða sig sjálf. Það er meiri hluti Grænlendinga sem vill bara sjálfstæði. Þeir eru núna með cirka 40% af sinni þjóðarframleiðslu í innlendri framleiðslu, þannig að ég til dæmis að þarna getur við gert mun betur Íslendingar í að auka við viðskipti við Grænlendinga og finna leiðir til að hjálpa þeim að hjálpa sér sjálfur í að bara verða sjálfstæðari. Þeir vilja líka geta auki við einmitt viðskipti við önnur lönd og þar meðal Ameríku. En þau vilja gera það náttúrulega sínu forsendum. Þau eru ekki spennt fyrir þessari yfirtöku. Allavega ekki þau sem ég talaði við og einmitt spurði út í svona þjóðaviljan og hann er alveg skýr. Þetta er rosalega áhugaverð spurning hjá þér, geta Grænlendingar orðið sjálfstæðir af því þeir eru 56-7.000 á góðum degi, en það er svo áhugavert að líta eftir í söguna og hugsa Íslendingar voru 100.000 þegar við erum að taka þessi skref, þannig að við erum ekki full sjálfstæði vegna sem við getum ekki varið okkur. Já, en allavega við erum með varnarsamningar sem bandaríski herinn getur komið hingað en fullvalda ríki geta líka gert samninga við önnur ríki. Grænland hefur það líka. Lykillinn að því að vera fullvalda þá eru möguleika að gera slíka samninga. En Grænlendingar það er svo rosalega áhugavert að bera saman þeirra þróun og okkar. Þeir eru núna að reyna að taka stærri skref. Þeir eru líka, því þú nefnir, að halla sér til Bandaríkjanna. Af hverju er það áhugavert í samhengi við Íslandssöguna? Jú, hverjir voru það sem studdu við okkar sjálfstæðis bara eftir sjálfstæði, það eru Bandaríkin. Þannig að þeir hafa vissulega nýtt þetta mikið til þess að bæta sín samskipti við Dani, fá meira olnbogarými í alls konar málum og ég hef alveg átt að því ég hef nú verið á kafi í þessu norðurslóðamáli lengi að ég hef alveg átt mörg samtölu við Grænlendingar sem að einmitt segja, heyrðu, loksins kom eitthvað súrefni til þess að nýta þó að engin Grænlendingur vilji verða hluti af Bandaríkjunum. En að geta nýtt það til að geta átt aðeins meira rými í sinni vegferð, horfum á þetta ríki, þetta er ríkasta þjóð í heimi á öllum mælikvarðum. Þó að sé ekki búið að vinna allar auðlindirnar, þá ertu með vatnsaflið, þú ert með sólarorku, þú ert með vindorku, þú ert með sjaldgæfa málma sem auðvitað ástæðan fyrir því að Bandaríkin vilja fá aðgangi að málmum í Evrópu fyrir hernaðar, uppbyggingu, dróna og fleiri. Svo ertu með fiskimiðin sem nú ástæðan fyrir því að Grænlendingar sögðu sig úr Evrópu samstarfi á sínum tíma, hafa stjórn yfir sínum fiskimiðum og svo ertu með olíu og gas sem eru líka stórir möguleikar hjá þeim. Þannig að ég tek bara svo heilsugar undir að ég myndi vilja sjá svo miklu þéttara samstarf því að Grænland er engin smáþjóð í geopólitísku samhengi. Þeir eru lykillinn að framtíð okkar á svo marga vegu og við eigum að vera þetta miklu þyngri áherslu og þegar við erum að tala um utanríkispólitík, það er líka pólitík sem þarf að rækta miklu betur í okkar samstarfi. Já, lít okkur nær, ég myndi segja það. Tek undir það og til Grænlands og svona heldur en að freka heldur en til Mið-Austurlanda þar sem við höfum engra hagsmuna að gæta. En það er alveg rétt og það hefur verið ágætt starf í vestnorrænu nefndinni á þinginu og ég held að það sé mikilvægt starf sem þar fyrir fram og mörguleiti svona áhrifaríkar eða veitir menn kannski meiri innsýn heldur en jafnvel Norðurlanda ráðið og allt það þarna myndast mjög náin tengsl á milli þingmanna þessara landa og það er mjög mikilvægt að rækta þetta en nú Íslendingar hafa svo sem líka verið á Grænlandi með starfsemi þar, það er nú hefur gaman að fylgjast með málmleitinni þarna hjá Amarok á Grænlandi sem að Íslendingur fer fyrir og ýmis fleiri svona uppbygging og íslensk útgerðarfyrirtæki sem eru að veiða grænlenskan fisk já orðað þannig og
og hreindýra veiðar og annað, þannig að þarna eru mjög mörg tækifæri og Íslendingar hafa mikil tækifæri þarna. Má ég spyrja út frá því sem eins og Halla lýsir þessu. Og það græða allir á því, líka Grænlendingar. Eins og Halla lýsir þessu, þá voru Grænlendingar ríkasta þjóð í heimi. Eða möguleikann á því. Já, þeir eru heppin, þeir eru fámenn þjóð í stóru landi með miklar auðlindir. En það ásótið við okkur. Og ef að Grænlendingar eru að horfa til framtíðar sínar, þá eru þeir líklega að horfa til þess hvernig nýtum við auðlindirnar í þjóðarþágu. Þetta er spurning sem hefur ekki alveg legið upp á borðinu í Íslandi. Við erum núna til þess með vindmyllur og þar er að vera að keyra í gang eitthvað sem er svona virkar fyrir marga eins og svona hálfhugsað að við sem verðum að endurtaka fiskeldis vittleysuna í fjörðunum og það er bara eins og þetta sé svo óklárt í okkur að því að við ættum kannski að horfa einmitt á okkur fámenn þjóð í stóru landi með miklar auðlindir. Hvernig ætlum við að hafa þetta hérna til framtíðar? Það ættum við að vera búin að móta umgjörðum auðlindasjóð sambærilegt því sem að Norðmenn gerðu á sínum tíma. Og varðandi uppbyggingu vindorku að þá er auðvitað staðan svo núna að við erum yfir 40 verkefni í þróun og það er gjörbreyting í raun og veru á okkar samfélagssýn í orkumálum sem hefur verið að við höfum verið með fyrirtæki í eigu ríkisins eða hins opinbera en núna með innleiðingu orkulöggjafar Evrópusambandsins að þá birtist þetta nýja eignarhald og ég verð að segja að mér finnst þetta samtal þessa breyttu framtíðarsýn ekki hafa átt sér stað og í dag er í raun og veru þessi 40 verkefni gætu allt eint orðið 400 undir núverandi regluverki af því að það er þannig að það er nánast hægt að koma fyrir vindorku hvar sem er. Það er hins vegar ekki endilega hagkvæmt að gera það þannig og það er auðvitað líka, ég myndi segja þessi líka stærsta náttúruverndarmál okkar tíma. Hvernig þessi orkugjafi sem er svona risastór í samhengi við aðra, allt önnur sjónræn áhrif, hvernig hann er byggður upp á okkar landi. Þannig að mér finnst þetta svo margar svona auðlindaspurningar og eina af þeim er auðvitað líka okkar auðlindamódel. Við vorum nú að tala tölurnar hérna í samhengi við sjávarútveg áðan. Ef við horfum fyrir á hvað Landsvirkjun hefur verið að greiða til samfélagsins, það eru stórar tölur í seinni tíð. Er það? Við höfum bara þótt að vera kannski sem nemur skattaafslætti, Já, í seinni tíð, af því að við erum búin að vera að borga upp virkjanirnar. Þannig að þetta eru stórar spurningar og mikilvægt að gera þetta rétt. Já, ég tek alveg undir það að menn þurfa að hafa eitthvað svona framtíðarsýn til einhvern tíma án þess að ég haldi að stjórnmálamenn sé bestir sem fallnir að búa til eitthvað slíka sýn á pappírum og svo sannarlega er ekki framtíðarsýnin felst í einhverjum sjóðum þá sé maður komið með einhverja framtíðarsýn safna einhverjum peningum í sjóði sem að stjórnmálamenn sem geta gengið í og eitt eins og menn þekkja það. Hvað er þetta? Gefa auðlindina frá okkur? Nei, ég meina við erum til dæmis með, það er ekki bara Grænlendingar en það er bara margar þjóðir í heiminum sem eru í sjávarútvegi sem líta einmitt til Íslands stjórnun fiskveiða og sjávarútvegskerfi. Þar eru við fremst í flokki. Sjávarútveg, það er eitt. Svo kemur þessu orkuöflun. Nei, alls ekki. Fiskistofnarnir hérna eru flestir á niðurleifi. Þetta er bara... Við erum með... Það er það líka, það kemur upp og niður í sveiflum og það gerur það um allan heim. Ég finnst þetta ekki við að séu menn hérna einhvern veginn að fara að taka upp íslenska kvótakerfið. Jú, það er nú bara einmitt í hvar vorum við ekki að ræða fríverslunarsamning menn sá nú offshore með því að ræða hérna nokkra klukkustundir einhvern fríverslunarsamning við Thailand og það mátti ekki gera það en það er nú einmitt eitt hluti af þeim pakka þeim fríverslunarsamningi er að Thailendingar einmitt horfa til Íslands með fiskveiðistjórnunarkerfi til dæmis á ákveðnum sviðum. Þetta er eitt. Orkumálin eru auðvitað annað og auðvitað stór okkar svona bara stóra auðlind, það eru orkumálin, fallvötnin, einkum og sérilagi og jarðvarminn og þar hefur okkur tekist bara mjög vel upp, auðvitað ættum við að geta nýtt það miklu betur. Auðvitað er alveg út frálegt að láta þessi mál eins og virkjanamálin hanga hérna í áratugi, einhverjar einfaldar virkjanir þegar hægt er að koma og auka orkuöflun með þessum hætti og þess vegna finnst mér nú svolítið hlægilegt eða grátbroslegt að heyra menn vera að tala vindorkuna yfir höfuð þegar menn hafa þessa sögu erfiðleika í að virkja nánast litlar sprænur hér á Íslandi. Þess að það tekur áratugi að fá leyfi fyrir og allir, hver höndin upp á móti annari í þessu máli, halda menn að það sé að fara að koma vindmyllugarðar út allt Ísland. Ég get ekki séð það að það gerist. Mér finnst bara frálegt að eyða orku í að ræða það yfir höfuð.
ég held að tækifæri okkar liggi miklu frekar í fallvötnunum og jarðvarmanum og ekki síst í olíuleit. Ef menn hafa áhuga að koma hér aftur og leitað olíu hvort sem á Drekasvæðinu annars staðar, þá eiga Íslendingar auðvitað að hafa frumkvæði því að draga slíka fjárfesta í slík verkefni og ég held að séu tækifæri því núna á næstu árum á því sviði. Þannig að ég held að ég er mjög bjartsýn fyrir hönd Íslands hvað þetta var, hvað þessar náttúruauðlindir varðar og ég held að okkur hafi borið gæfa til að fara vel með þessar auðlindir. Auðvitað eitthvað svona nýjabrunnsbragur og öllu, ég meina ferðaþjónustan auðvitað náttúruauðlind líka, menn það bara landslagið, ósnortið landslag, en líka landslag sem að þarf að vera sem við þurfum að búa fyrir ferðaþjónustuna og það hafa verið svona byrjun og örðurleikar í þessari grein, þetta er bara ný grein hjá okkur en ég bara mjög bjartsýn fyrir hönd þessara atvinnugreinar og orku og auðlindamála á Íslandi. Já, ég tek nú undir með samstarfskonum mínum báða bóga fyrir þetta kannski olíuleitina, ég er nú ekki alveg á sömu blaðsíðu þar en Jú, þú verður það bara. En sko það er náttúrulega mikil vinna búin að vera í gangi núna við að einmitt einfalda ferla og svoleiðis til þess að þetta taki ekki allan hennan tíma. Þetta er auðvitað dýrt fyrir allt samfélagið en á sama tíma það má verður að passa að gefa ekki afslátt af því að við erum náttúrulega þurfum að passa upp á náttúruvernd á sama tíma og varðandi vindmyllur þá ráðherrann búin að vera alveg skýr með það að það verður ekkert sett í gang fyrir að það er komin heildstæð löggjöf þetta mál og hann á að leggja fram nú á haustþingi. Við bíðum spennt. Já, við bíðum mjög spennt eftir því en það er sannarlega ekki stefnan að teppalækja landi með vindmyllum í þessari ríkisstjórn. En það er líka bara eins og hefur verið komið inn áðan varðandi jarðhitann og fallvötnin. Stundum fær maður þessa spurningu af hverju höfum við ekki nýtt vindorkuna betur, af hverju erum við svona eftir á miðað við Evrópu í nýtingu hennar og ástæðan er auðvitað líka að hitt er betri orkugjafar fyrir samfélagið sem hafa þá nýst betur til iðnaðaruppbyggingar og svo framvegis. Og stöðugri líka. Já, stöðugri, þannig að það er líka eitthvað sem að þegar við erum að horfa á ólíka valkosti, það þarf líka að horfa á þá hluti. Og svo þarf líka, ég veit að það er margt sem hefur verið að horfa á tengt orkuöflun, margir virkjanir sem koma til framkvæmda á þessu kjörtímabili sem þetta eru verkefni sem taka langa tíma sem hafa veitt leyfi fyrir á síðasta kjörtímabili. En ég held líka að það eru svona einföld atriði að þú nefndir nú viðtal þetta með Hörða Arnarsson að það þarf að tryggja betur orkuöryggi almennings núna þegar samkeppni verður meiri og það sást bara svo vel eftir orkukrísuna að það skiptir máli að í lokuðu orkukerfi að almenningur hafi alltaf aðgengi að stöðugri orku á góðu verði. Við höfum að fá þig með í viðtalið hérna eftir með Hörð. Það er bara næst. Þingi er að koma saman ekki í næstu viku heldur þarnæstu, ekki á þriðjudeginum í þarnæstu viku. Þá var lögð fram fjárlög og það er svona úrslita stund svolítið fyrir ríkisstjórnina. Hún hefur boðað það að veita meira aðhald sem oftast á Íslandi þýðir niðurskurður. Maður heyrir ekki alveg að það sé einhver plönum að fara að sækja aukna tekjur til ríkisins. Þetta er svolítið þessi fjárlög sem eru lögð núna fram gefa kemur loks skýr mynd hver verður efnahagsstjórn þessar ríkisstjórnar. Með hverju búist þið? Já, það er alveg skýrt að það er verið að taka til víða og það verður og það er skýr stefna að hætta að reka ríkið á yfirdrætti og að ná þessu núlli 2027 og fjárlagafrumvarpið sem verður lagt til núna mun sýna mjög skýr merki það. Það verður mikið af þessum aðhaldsaðgerðum sem voru komið frá almenningi, tillögur til aðhalds, þær munu birtast í vetur og gott betur. Þannig að ég held að það sjá allir að þessa ríkisstjórn er mjög alvara þegar hún segir að þetta er helsta mál okkar í dag að ná niður vextum og Hver er munur á þessu og bara einhverju hægri ríkisstjórn sem ætlar að skera niður opinbera þjónustu? Já, hægri, vinstri, ég veit ekki. Þetta er bara verkefni sem við verðum að standa okkur í því að við vitum bara hver kostnaður heimilana og atvinnulífsins er við þetta ástand sem við búum við núna og það verður að ná stöðuleika. Samt er ríkisstjórnin að boða aukin útgjöld eins og að stækka þjóðleikhúsið og mér finnst ráðherrarnir ekki opna munnin á þess að einhvern veginn vera að boða ný ríkisútgjöld. Jarðgöng, ein jarðgöng á ári og ég veit ekki hvað. Já, það er náttúrulega alveg
sko skýrt að innviða skuldin risastór og við þekkjum nú örugglega hérna flest skýrsluna sem kom og sagði okkur að sú skuld 680 milljarðar sem að birtist ekki í bókhaldinu en við finnum fyrir alla daga og það eru 200 milljarðar í vegakerfinu. Það var hérna verið að birta hátekjulista hérna og þá kemur meðal annars fram að ef að það var efstur hann Þorsteinn Már að hérna ef hann hefði borgað af fjármagnstekjum sínum það sama og launafólk borgar af launatekjum sínum þá hefði hann borgað 1100 milljónum meira í skatt og ef við viljum það ekki þá getum við farið bara til Norðurlandana það er hvergi lægri fjármagnstekjuskattur en Íslandi af hverju þurfum við að hérna gefa þeim sem hafa mikla fjármagnstekjur svona mikinn afslátt miðað við aðrar þjóðir. Má ekki laga þetta? Já, mér finnst það bara frábær spurning. Ef ég mætti ráða þessu einn, þá væri ég sennilega að fara að ráðast í það. En þetta náttúrulega bara samstarf hérna. Já, en þið eins og hvað heildarmyndin, sko, hvað þetta skila? Ég bara bendi á að fjármagnstekjur, sko, hafa nú verið hérna, sko, netto neikvæðir hér, sko, í verðbólgu. Hér hafa bara peningar, til dæmis aldars fólks, þreytist nú ekki á að... Dæmi sem ég tók ekki dæmi neikvæðar fjármagnstekjur og Þorsteinn Már. Já, ég meina, en það bara þannig samt sem áður að hér hefur verið erfitt að varðveita fé, verðtryggt fé. Þorsteinn Már hefur ekki átt í neinum erfiðleikum með að varðveita sitt fé. Hann hefur bara sem betur verið fjárfest líka, það er eina leiðin. Það er innheimtur skattur af svona mönnum hérna meiri í næstu löndum, af hverju gerir þau ekki líka? En varðandi sko fjárfestingar, þá verðum við að fara að fjárfesta í innviðunum okkar því að það eykur líka framleiðni að hafa þá í lagi og þess vegna þetta innviðaþing til dæmis sem að var í vikunni, þetta var mjög góð umræða sem að fór frá þar og þetta innviðafélag sem er verið að horfa til þess að setja á laggirnar og mun svona birtast okkur í vetur. Að það mun þá verða til þess að þessar risastóru fjárfestingar verða teknar úr ríkisrekstrinum og fjármagnar í gegnum þetta innviðafélag og sem er í raun og veru make a sense ef svo má segja því að þetta eru dýrar framkvæmdir sem eru notaðar yfir langan tíma þannig að það er kannski ósanngjarnt að vera að setja þær inn í ríkisreksturinn og vera að bera hitan og þungan því á einhverjum örfáum árum. Þannig ég held að þetta sé skynsamleg nálgun og ég bara hlakka til að það verði allt sett í gangi í þessum málum. Það voru 3 milljarðar settir aukalega nú í sumar í vegaframkvæmdir og 7 milljarðar verða settir til viðbótar núna á komandi ári. Þannig að ég held að fólk muni fljótt sjá að það okkur Ég tek alveg undir það, ég held að það sé skynsamlegt að prófa aðeins nýja nálganir nýja nálgun í ýmsum verkefnum þegar kemur að þessum fjármagnsfrekum innviða aðgerðum eins og vegalagningum eða jarðgangagerð og svona og þetta hefur verið til skoðunar í mörg ár. Þannig að þetta nú er að væntanlega skila sér svona afrakstur af vinnu sem hefur staðið yfir þó nokkuð tíma meðal annars hjá vegagerðinni að þessu leyti. Menn hafa prófað að vera að mæla þetta. Það er náttúrulega ýmsar leiðir til í þessu eins og menn þekkja Hvalfjarðargöngin og svona en mér líst ágætlega á að prófa að fara með einhver verkefni minnst kosti inn í svona innviðafélög. Það hefur eins og reynst þrautin þyngri kannski að fá fjárfesta inn í þetta eins og menn hafa viljað fá einhverja kannski erlenda fjárfesta líka til þess að taka þátt í þessari uppbyggingu með okkur en ég held að það sé nauðsynlegt að gera það en það breytir því ekki hins vegar að það er verið að boða samt sem áður sko aukin ríkisútgjöld og ég óttast að mönnum muni reynast erfitt að hrinda í framkvæmd þessu aðhaldi sem þeir eru samt líka að boða fjármálaráðherra. Ég held að hann sé alveg mögulega sko allir að vilja gerðu til þess að draga saman og þetta lítur hann að hafa metnað að gera það náttúrulega allir fjármálaráðherrar hafa metnað til þess að skila ríkisrekstrinum og hérna á núlli sem að fara að vinda ofan af þessu. En heldur hann ekki metnað til uppbygginga innviða og grunnkerfa samfélagsins? Já, ég held nú að fjármálaráðherrar sko hafi nú svona eðli sínu sko og þurfi að vera það þurfi að vera að passa saman aðeins og þurfi að sprauta niður alla aðra ráðherrana. Þannig þekkir maður nú svona ríkisstjórnarstörfin að það er auðvitað kemur hlut fjármálaráðherra að þurfa að segja nei en þá verður auðvitað að vera fjármálaráðherra sem hefur það í sér að segja nei við hugmyndum, alls konar góðum hugmyndum eins og menn þekkja það þarf að segja nei sko við erum með skuldir ríkissjóðs komnar er alveg að fara að toppa upp í 2000 milljarða þetta er bara svo ósjálfbært sem það frekast getur verið og svo seljum við Íslandsbanka og ég hef ekki séð neina fréttir af því hvert sá peningur fór. Jú, fór í að borga við skuldir, það hefur komið fréttir af það. Það hefur þetta líka verið umræðum að veiðigjöldin eiga að fara í innviðauppbyggingu. En skuldirnar eru samt að aukast, sko, það eru bara aukast og það er eins og ég segja að fara að toppa sinn Þetta er ekki gott bú sem að Sjálfstæðisflokkurinn skildi eftir sig. Nei, þetta var nú byrjað þessu þróun aðeins fyrir COVID, en svo fóru menn algjörlega yfirum í COVID.
En mig langar aðeins að segja varðandi þetta innviðafélag sem ég get tekið undir að segja gott mál, er að ég held við þurfum líka að hafa í gegnum slíkt félag og í gegnum samgönguáætlun miklu meiri langtímasýn. Þannig að þegar við erum að horfa á það að draga inn fjárfesta, að það sé bara mjög skýrt hvert markmið og hver tímasetning framkvæmda sé hjá ríkisstjórninni. Og mér finnst alltaf áhugavert, bara að maður setur þetta í annað samhengi, fer niður í Elliðaárdal og skoðar verðmætustu vinnuvél Íslandssögunnar, gufuborinn Dofra, sem ég hvet ykkur til að skoða. Það var bara bor sem var keyptur til landsins að því að það átti að jarðhitavæða landið. Og hann boraði hringinn kringum landið og það var ákveðið módel þar til að fjármagna það kringum Orkusjóð og þannig náðum við árangri sem við byggjum ennþá í dag. Og ég held að þau eru dálítið sambærilega hugsun þegar kemur að þessu innviðafélagi. Þetta á ekki að vera eins og eitthvað mál einnar ríkisstjórnar. Þetta er mál sem búið að vera lengi í gangi og við þurfum miklu lengri framtíðarsýn með. Síðan er það varðandi fjármálin. Við sáum fjármálaáætlun sem var mjög loðin. Nú sjáum við fjárlögin að við sjáum betur á spilin. Ég vona að við séum ekki fara að sjá niðurskurð þegar kemur að menntamálum. Það sem við erum raunverulega í öngstræti þegar kemur að hlutum eins og læsi. Ég finn það mjög að fólk er að finna fyrir því að það eru orðnar mjög ólíkar þarfir í bekkjum. Við erum að tala um að vera með auðvitað fjölbreytta einstaklinga, það er líka orðið hærra hlutfall af fólki sem talar ekki íslensku. Þannig við eigum bara að þétta raðirnar og sækja fram í menntakerfinu. Mér finnst ekki vera neitt annað í boði þar ef við ætlum líka að vera að byggja samfélagið okkar til lengri tíma. Og síðan vona ég líka, við erum að horfa fram hjá öldrun þjóðarinnar. Við erum að horfa fram hjá aukna margfalt vöxt í krabbameini, heilbrigðiskerfið mun þurfa miklu meira. Þannig að ég held að sé rosalega mikilvægt fyrir okkur að vera á vaktinu með það að þessir þættir verði einhvern veginn ekki undir, af því að þeir eru svo mikil grunnstoð að því að okkur gangi vel sem samfélagi. Hvað viltu að skera niður? Má ég spyrja um allt annað, Halla? Já. Af því að þær eru í flokkum þar sem er engin vafi forystu. Sigmundur Davíð foringi Miðflokksins og Kristrún Frostadóttir foringi Samfylkingarinnar. En þú ert í flokki í svona ákveðinni forystu kreppu. Ég er bara í góðum flokki með skýra forystu og bara held áfram að styðja við hana að góðum málum. Vissulega voru þessar kosningar erfiðar eins og fyrir marga aðra flokka sem höfðu verið í ríkisstjórn lengi og það er alveg, get tekið undir með Sigríði, það voru þetta risavaxnar fjárfestingar í gegnum erfitt tímabil eins og COVID sem hafa haft verðbólgu áhrif og annað sem hefur verið að takast á við og enginn orðið vinsæll í gegnum slíkar En er staðan á Framsókn ekki þannig að það þarf að endurskoða, það þarf að finna sér eitthvað nýtt uppaf og oft er það gert með endurnýjun í forystu? Já, Sigurður Ingi er formaður í Framsóknarflokknum og það er bara spennandi verkefni að sigla inn í þennan þingvetur og ég bara hlakka til, við erum ekki stór þingflokkur en það er mikil þekking og ég hlakka til að vinna að góðum málum með samvinnuna krakkar sem við byrjum á hérna í byrjun. Með samvinnuna leiðarljósi. Sjáu þið fyrir ykkur breytingar í forystu Framsóknarflokksins? Ég ætla ekki að dæma það. Er ekki landsþing hjá ykkur í haust, eða hvernig er það? Það er næsta ári. Það er ekki fyrir næsta ári. Það verður þá ekki í vetur. Já, þau eru alltaf ekki að ríða feitum hesti þessa dagana með sveitarstjórnarkosningarnar eftir. Já, svo eru þær nú. Það vantar ekki hvað þið ríðið feitum hesti í Samfylkingunni. Það bara gengur vel núna og bara búið að gera það í langan tíma og við vorum einmitt að hittast núna þingflokkurinn á 2 daga vinnufundi núna, vorum í Hveragerði í góðu yfirlæti og það er bara rosa góður andi í hópnum og allir spenntir að taka til starfa. Það er oft þannig þegar vel gengur sko. En skoðanakannahesturinn, hann er bara ekkert, hann ferðast ekkert sko, þannig að maður fara ekkert langt á honum sko. Nei. En þetta er ekki oft sem að maður sér forystuflokk í ríkisstjórn rísa svona upp í skoðanakönnunum. Við höfum verið að velta þessu fyrir okkur hérna og ég hef stundum sagt að kannski þjóðin bara svona guðslifandi fegin að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki ríkisstjórn. Að það er umverulega lyftu upp Samfylkingunni. Ég skynja allavega að fólk upplifir breyttan tíma og mér finnst margir segja við mig, eða það segja það margir við mig að mér líður eins og stjórnmálin munu núna að virka fyrir almenna Íslending og ég bara ætla að taka það með mér inn í vinnuna í vetur og
Því að við erum sannarlega þarna til að þjónusta fólki í landinu. Það er vonandi að menn hafi þá ekki fordæmið í Reykjavíkurborg fyrir, vegna þess að það er svo sannarlega, það er nú samfélgin svo sannarlega ekki að þjónusta fólkið í borginni. Ég held líka þú ert að koma en ég þekki nú ágætlega sko kosningabaráttur sem hafa verið undanfarið. Það eru stór loforð sem hafa auðvitað verið sett fram af ríkisstjórnarflokkunum öllum. Framsókn hefur nú gert það lengi í sögunni. Guð minn almáttugur. En ég er bara að segja að fyrir mér er það þannig, ég er auðvitað ný í stjórnmálum, fyrir mér er það þannig að síðan kemur að því að framkvæma hluti og það mun reyna á það væntanlega í vetur, núna þegar fjárlögin koma, þá er sýnt á spilin, svo koma aftur fjárlög á næsta ári og síðan er það bara þessi árangur sem talar. Og ég held bara sem borgarar þessa ríkis að við höfum að gera miklu meiri kröfur í því að horfa á það, hvernig gengur raunverulega með ólík loforð og veita stjórnmálum þannig aðhald af því að það er svo leið sem er eðlilegt að fara. Það er ekki eðlilegt eins og hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og smitast yfir í stjórnmál líka hérna heima að það sé bara í lagi saman hvort þið setja vinstri að hægri að vera með rosalega stór kosningalofur og svo eigið þau bara ekki eins og frækt orðið með fólk flokksins til dæmis eigi ekki að þýða neitt eftir kosningar. Við þurfum bara að gera meiri kröfur þetta. Ég tengi nú ekki við það allavega að Miðflokkur hafi verið að setja fram eitthvað lofur sem treystir sig ekki til að framfylgja en hins vegar vorum við að ganga frá ÍL-sjóð sem er orsök ýmissa loforða sem hafi verið látið falla í fortíðinni. Þegar við nefndur hérna Trump og Sigríður, þú ert svolítið svona utarlega til hægri allavega frá mér séð. Hvernig líst þér á Trump? Ég bara, svo sem bara nákvæmlega eins og mér leist á hann í fyrra skipti, rétt áður en hvernig leist þér á hann í fyrra skipti? Ég meina ólíkinda tól, en ég sagði það rétt áður en hann var kosinn, eftir að hann var kosinn, ég þakka hann reynda fjölmiðlum fyrir það, eða hermið það upp á fjölmiðla að hann var kosinn fyrsta sinn, að því menn einhvern veginn tók hann svo furðulegum tökum, að ég held að almenningi, venjulega kjósandi í Bandaríkjunum hafi ofboðið, þannig að ég held að fjölmiðlar eigi nú mikinn þátt í hans uppgangi. Ég átta mikið á því, ég er ekki þannig, fylgist nú ekki alveg með svona mörkuðunum þar hvernig efnahagsástandið er, en ég heyri það nú til dæmis úr ferðaþjónustunni að það sé nú einhver samdráttur til dæmis að verða af hálfu Bandaríkjamanna í ferðaþjónustu og menn séu svolítið að halda sér höndum einhverju leyti, tolla, til dæmis ef við tökum tollamáli þá er það þetta ein helber vitleysa, algjör þvæla, sú vegferð hans öll í þeim efnum. Og dómsmál í gangi núna. Já, og en ég skil að hann hann vilja nota svona sjokkmeðferðir á ekki andstæðinga sína heldur, aðalega kannski á svona viðmælendur sína bara að fá fólk til að fara að hugsa. Þjóðarleiðin í borgir. Já, og það er svona þessi innanríkismálin, ég er nú svona velta fyrir mig sem utanríkismálin sem var snertur okkur. Framlög til háskóla gegn því að þau séu að rannsaka það sem hann vill. Já. Setur sjálfa sig yfir menningarstofnanir og kvartar yfir því að Smithsonian sé að gera allt og mikið úr þrælahaldinu. Já, hann myndi ekki leyst þetta bara með því að leyfa þessum bara ríkið hægt að skipta sér af þessum söfnum og það er auðvitað svolítið hlálegt að þessir engaskólar, þessir háskólar séu samt að þiggja svona mikið fé frá skattgreiðendum í Bandaríkjunum. Ég hefði nú haldið að kemur mér óvart. Ég hefði haldið að þeir væru miklu meira reknir á enga fjármagni en það virðist vera að þeir séu töluvert háðir framlagi frá skattgreiðendum og ekki allt hafið yfir vafa sem að þar fyrir fram í þessum háskólum þar. En ég hef nú aðlega verið að horfa núna til Trump í þessari Úkraínu og Rússlandsdeilu og maður hefur svona viljað hafa væntingar til þess að hann myndi ná að einhvern veginn slá á alla þá viðburði en þegar ég án að hittast er það ekki að spóka fundur í næstu viku en ljósi sprenginga nýjustu sprengingarna frá Rússum en þá er það kannski ólíklegt en þó ekki, maður veit ekki en minnst að er alveg ljóst að allir leiðtogarnir í Evrópu til dæmis horfðu bara til Trump meðan þeim tókst ekki, hefur ekki tekist að koma böndum á Rússana, á Pútín og þetta ástand í Úkraínu þannig að menn hafa bara horft til Trump í þessu sambandi En það ekki skilaboð hans verið svolítið þannig að við verðum þá að gefa eitthvað eftir til Rússa ef við viljum starta stríðið? Jú, en það hefur svo sem legið fyrir. Það þolir í Evrópu ekki að heyra. Nei, ég held að við höfum verið saman með þessi þætti, saman það einhvern tímann fyrstu dögum þessa stríðs að þessu myndi ekki líkta öðruvísi. Og ég þeirra skoðunar ennþá og ég held, heyri í einhverjum Úkraínumönnum og ég held að menn horfi alveg í það þannig en hvað það verður og hvernig það er útfært, það þarf bara að koma því á koppinn
og það með miklum ólíkindum að mínu mati að þessir forystumenn, þessar stóra ríki, Þýskalandi og Frakklandi hafi ekki, og Bretlandi, hafi ekki náð einhvern veginn að koma viðræðum á það eða koma málinu í þann farveg. Þannig að, og það er bara mjög sárt að þetta gagnast engum og þetta bara ein stór ömurleiki, sko. Herri, hér verður að venda þetta. Það er mikið eftir fyrir þau sem að fylgjast með okkur. Við ætlum að taka okkar vikulega spjallið eðina eftir og síðan að forstjóri Landsvirkjunar. En Halla Rut, Ása Berglind og Sigríður Áshildur. Takk fyrir komuna. Já, takk fyrir. Takk. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ja, þá fyrra hollið okkar farið, það er ekki holl á eftir, það kemur hér Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, þú ætlar að tala við hann. Já. Þetta var mjög skemmtilegt samtal hérna áðan. Já, þetta var það. Ólík afstæða í pólitík svolítið. Já, hjá þeim öllum eða svona, það var eiginlega engin sammála. Nei, Ása í stjórninni og svo eru það eiginlega sikkur endin á stjórnarandstöðunni mörgu leyti, Sigríður og Halla. Já. Það eru, Halla hefur talað alltaf við þessi í málþófun og fleira svona annars konar taktík í... Já. Hún var ekki svo virk í málþófunu. Hún sagði það að tala fjórusunum tiltekið mál í orku og auðlindamál. Já, það er svona... En svo Sjálfstæðisflokkurinn sé eiginlega að velja kannski að fara þá leið sem hún hefur talað fyrir. Já, það lítur út fyrir það núna, sko. Já, ég veit að þetta var þessi setning sem Ólafur sagði, nýr þingflokksformaður. Flokkurinn myndi ekki svona reyna að slá ykkur met í málþófi. Nei. Og hann meinar það sem hann segir og hann ábyggilega að þau eru búin að ræða saman hvernig forystafólksins á að koma fram vantarlega núna á næstu vikum. Við bentum á það var sérstakt til dæmis að Guðrún Hafsteinsdóttir sjálf var að taka þátt í málþófi. Já. Það var margir sem bent á það, það væri kannski ekki svona... Nei, formaðar ná ekki að gera. Það er... á ekki að leggja svo lágt. Það er bæði, getur verið hort á það sem svona áferð, en það er líka að horfa á það þegar allt þrýtur og þá þarf að semja í málþófinu og þá er betra að sá sem að semji sig ekki blóður upp á öxlum einhvern veginn. Já. Það er oft. Nei, þetta er verður þetta er eina breytingin svo sem á þinginu í vetur, það er þessi nýr þingflokksformaður og Sjálfstæðisflokknum, annað verið stóbreytt. Halla tók ekki undir það að það væri forystusskipti í Framsóknarflokknum framundan? Nei, hún sagði Sigurður Ingi formaður, eins og þeir segja alveg. Já, ég geti googlað það, ég sé að henni er formaður. Já, við vissum það fyrir. Það er þessi, allir Framsóknarmenn tala varlega þegar þeir verið að tala þetta með stjórnflokksins. Já. Og hafi komið fram hér að hann mun vera búinn að fara mjög víða og tala við Framsóknarfólk land allt. Já. Og hvað heldur hann sé að reyna að tryggja stöðu sína eða heldur hann sé að reyna að meta það með hvaða hætti megi breyta forystunni þannig að það sé samstaða innan flokksins það? Já. Til að segjum að það er bara skellt á með kosningu núna, þá myndi ég halda að Halla og Lilja myndi báða reyna. Já. Ásmundur Einar er eiginlega horfinn. Já. Hefur eitthvað heyrt í honum? Nei, ég svo mynd árum á
einhver íþróttamóti bara. Já. Hann hefur ekki Ég hef ekki séð neina greinar eftir hann eða neitt. Willum hætti og fór í íþróttarhreyfinguna. Já. Því að þeir voru báðir nefndir sem svona mögulega þessar menn sem höfðu metnað til forystu. Já. Þannig þær eru þá eftir Lilja og Halla sem oftast er nefndir. Nú það fyrsta sinn sko sem að formennska í íþróttasambandinu launuð. Þannig að hann í fullu starfið þar. Þannig að það ólíkt að hann fari úr því yfir í einhverja óvissu í pólitík. Maður veit aldrei. Nei, ég segi bara svona, ég veit ekki hvað hann að hugsa. Ég að reyna að rifja upp hvort það hafi verið eitthvað dæmi það. Hvort að Albert hafi verið í eitthvað staðar og farið svo í pólitíkina, ég man það bara ekki. Eða Ellert. Það var náttúrulega formaður KSÍ. Herðu, en það þingvetur framöndan. Já. Ég var að senda á einhverja formenn, hvort það verið til að koma hérna. Datt í huga að við getum gert það svona, ekki kannski alveg alla í röð, það veit ekki mikið 6 sunnudag í röð þar sem við erum með formannsviðtal, en myndum hafa einhver. Svona, myndum dund okkur við þetta fram til jóla. Hefur þið fengið svör? Já, svona einhver á leiðinni, það er erfitt að finna tíma og þetta er náttúrulega líka að við erum á, kannski ekki við erum formin ekki ráðherran allavega, að það er svona, fólk er að lenda eftir sumarfrí. Já. Þannig að kann að breytast þegar þingið kemur saman. Þingið byrjar. Heldur þetta verði, það er eitt sem að, það er náttúrulega fjárlögin er mjög spennandi. Ég held að það verði meiri niðurskurður heldur en margir myndu vilja sjá. Og minni ný skattheimta. Ég held að það verði viðreisnar frumvarp. Já, en það eru þeir með ráðuneytið. Allt högl þar. Það annað sem að maður ætti að fylgjast með væri það hvort að þau mál sem að döguðu uppi, sem mörg voru óumdeild, en þau döguðu uppi út af málstofunu. Hvort að ríkisstjórnin ætla að setja þau framarlega á dagskrána og afgreiða þau hratt fyrir jól. Já. Það væri nú ágætt sko, þetta kom ekki alltaf í vorinn. En oftast er það þannig sko. Já, sérstaklega náttúrulega núna þegar ríkisstjórnin tók það sent við sko, að þess vegna var sko vorþingið svona og svo náttúrulega þetta mikla málþóf. Já, en ég held að almennt það var oft svo vist á vorin sjá menn eftir málum sem höfðu náð langt þarf að byrja aftur á byrjunarreit. En svona í minninu hjá mér allavega vera þannig að það er mjög sjaldan sem að tekið eitthvað svona gangskur í því að afgreiða þá fyrir jól. Ég man ekki eftir. Það er að koma fjárlögunum í gegn og það er oft svona stór mál sem það er að afgreiða. Bandormurinn. Óhjákvæmilegt sko. Þannig að það hefur tekið svið. Þannig að við munum vera á tánum varðandi þingið og greina frá ýmsu sem það er gert og sagt. En ríkisstjórnin stendur traustu fótum. Já. Það virðist vera góð samvinna þar inni. Já. Flokkarnir njóta velgengni í könnunum nema Flokkur fólksins. Og það er kannski að því að við nú verið að segja og benda á það eins og Ólafur Þ. Harðarson og fleiri að kannski þótt að Flokkur fólksins mælir svona lár í könnunum að þá er kannski ekki sama taugaveiklunni þar inni eins og í öðru flokkum. Þess að reynslan hefur verið svo að Flokkur fólksins nær betri kosningu heldur en kannanir segja til. Hins vegar held ég við verðum að benda á að flokkar líkir Flokki fólksins sem er þá þjóðaflokkurinn í Danmörku, framfaraflokkurinn í Noregi, að þeir tapa meir en aðrir á ríkisstjórnarsamstarfi. Að þetta oft flokkar sem er ekki Eiríkur Bergmann sem kallar þetta áskoranda flokka, sem eru flokkar sem að koma svona og er að gagnrýna samfélagið og vilja vera mikla breytingar og inni í kosningarstefnu þeirra er oft stór loforð. Þetta er þá flokkarnir sem að svíkja meira. Og kemur í ljós að þeir náðu þess ekki í gegn í ríkisstjórnarsamstarfi. Þannig að ég myndi ég er ekki að hafna söguskýringu Óla Þ. Harðar, en ég myndi benda á að ef þú horfir í kringum okkur, að þá allstaðar þá hafa þessi flokkar lent í meiri vanda í ríkisstjórnarsamstarfi heldur en allir hinnir. Þetta verður forvindilegt. Já, að fylgjast með því. Svo erum við náttúrulega að fylgjast með Sjálfstæðisflokknum, hvort að Guðrún Hafsteinsdóttir náði töku á flokknum, hvort að hún náði því þannig að verða óumdeildur leiðtogi innan flokksins sem hún er ekki í dag. Nei. Hún er það ekki.
Það eins og allir láta eins og hún sé að sækja vinnu. Það ekki eins og hún sé búin að fá hana. Hún þarf að sanna sig með einhverjum hætti. Sama með varaformanni, það Jens Garðar, hann þagnað eftir málþófið. En það náttúrulega að vera varaformaður kannski óljósara hlutverk. Í gamla daga, í mörgu flokkum var varaformaðurinn oft að sjá innra starf. En ég held að það hafi ekki verið þannig í Sjálfstæðisflokknum áratugum saman, sko. Þannig að hann bara svipað varaforseti Bandaríkjanna, hann það bara ef formaður fellur frá. Þannig að hann hefur ekkert svona sérstakt hlutverk og ekki rítarinn heldur. Bæði í nýju, sko. Myndi vera með ykkur áallanir til að flokkurinn bara hyrfi ekki úr umræðinni í margar vikur? Ég myndi halda verkefni þeirra að ná ykkur viðspyrnu fyrir Sjálfstæðisflokkinn sé eiginlega ekkert minna heldur en til dæmis forystu Framsóknarflokksins að bjarga lífi sínu. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn verður í vetur eiginlega, þetta svona eins og sagt do or die, þau verður að ná einhverju viðspyrnu í stjórnarandstöðu ef þeir ætla ekki bara að halda áfram og láta þjóðin að venja sig við það að Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 17% í skoðanakönnunum, sko. Nú kemur Gallup könnuvæntanlega á morgun. Já, ég man ekki að stundum þegar það mánudagur þá held ég að þetta geti dottið einn dag, en líklega kemur hún á morgun. En ég held að verði engar sérstakar breytingar þar. Nei, maður býður svona skoðar þetta að kemur. Ég held að sé það Samfylkingin á siglingu, Viðreisn að ná Sjálfstæðisflokknum. Já, styrki sig. Svona eilítið ekki að missa fylgi. Flokkur fólksins missi fylgi að því að virðist bara mest til Samfylkingarinnar. Og svo í síðustu könnunum þá hafa allir stjórnarandstöðuflokkarnir verið frekar að tapa. Ef maður tekur frá kosningum. Ég held að það verið í maskinu síðast og þá misti hverður einn þingmann. Og það ábyggilega ástæðan fyrir því að hún velur Ólaf Adolfsson að hann með svona höfðu sig ásýndi eitthvað og sem þingflokksformann til að rífa flokkin upp úr því hjólfæri sem hann var í. að reyna að búa til eitthvað svo samheldnari heild en þú byrtir samheldna heild utan einhverja stefnu eða einhverja taktík, þannig að við höfum eftir að sjá kannski stefnuna og taktíkina. Ég held að það er ekki alveg augljóst hvað Sjálfstæðisflokkurinn vill í lífinu, sko. Nei. Þannig að svona æðsta stjórn Sjálfstæðisflokksins að það er lítil þingarinsla baki. Já, og svo er það náttúrulega, ef við horfum sögulega, að þá er þessi fórusta með eiginlega sérstakara verkefni heldur en fórustan hingað til, þar sem út annars vegar með miðflokkinn, öðrum megin við þig, og Viðreisn hinum megin. Í báðum flokkum er bara hellingur af sjálfstæðisfólki, Sigurður Andersen í miðflokknum og mikið af fólkinu þar er á rætur eiginlega fleiri rætur í Sjálfstæðisflokknum heldur en í Framsókn í miðflokknum. Og Viðreisn þótt að sé alltaf að tala um það að þeir séu nýr flokkur og séu ekki klofningsflokkur úr Sjálfstæðisflokknum, þá er það þannig að til þess að þingmönnunum þá er eigaði rætur í Sjálfstæðisflokknum náttúrulega formaðurinn, formaður þingflokksins, Pavel, Sigríður Þorbjörg, var hún ekki í Sjálfstæðisflokknum? Jú, og þetta er meira og minna úr Sjálfstæðisflokknum, sko. Þannig alveg saman hvað þau segja, sko, því að þau eru að skapa rými fyrir þá sem er ekki, sko, lítið ekki svo Sjálfstæðisflokk, að geta valið Viðreisn. Að það gerir stöðu Guðrún Hafsteinsdóttur og fórustu Sjálfstæðisflokksins miklu erfiðari heldur en þeir sem hafa verið að stýra flokknum hingað til. Því að ef þau halla sig hingað, að þá segir fólk eins og sömuleyti fannst manni gerast í sumar, af hverju ætti ég að velja Sjálfstæðisflokkinn ef hann hegða sig bara eins og miðflokkurinn, af hverju velji ekki þá bara the real thing sem að væri þá miðflokkurinn. Og svo ef það er hinum megin eða alltaf að vera svona frjálslindari og svona, þá ertu með Viðreisn. Það getur vel verið að svona kjörlendi Sjálfstæðisflokksins sé að þorna upp. Fylgist einhvern veginn með því. Ef ekki að fara að skipta það er smá vesin á okkur að samstöðin er náttúrulega fátæk sjónvarpsstöð og við erum að halda hér úti sjónvarps- og útvarpsstöð og við erum ákaflega að fá og við erum að byggja á veikri tækni. Það er smá bílun hjá okkur sem að snertir þau sem eru að horfa á okkur á YouTube og á Facebook. Við þurfum að rjúfa útsettinguna, þannig að til þess að horfa á viðtalið við Hörð, að þá þurfum við að finna straumin okkar aftur
biðst velvirðingar á þessu en þetta bara óviðráðanlegt og furðulegt að þetta kom ekki fyrir oftar hjá okkur, einhverja svona tæknilega bilanir því að við erum ef ég myndi segja ykkur frá því á hvaða tækni við erum að keyra og hversu mörg við erum, að þá myndum við ábyggilega hlæja í viku við verðum að bera okkur saman við aðrar sjónvarps- og útvarpsstöðvar á Íslandi. En ef þið vilji hjálpa okkur að styrkja okkur, þá getið þið gerst áskrifundur, það margir gert það sem að telja að samstöðun sé mikilvægt fyrirbrigði í samfélaginu og hafa bæst í hóp þann vaxandi hóp sem styrkir okkur. Getur þá farið inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, það framaldi þetta að liggja augum uppi. En þið sem eru að horfa á okkur í útvarpi, nei, það ekki að horfa á okkur í útvarpi, þið sem að hlusta á okkur í útvarpi eða horfa á okkur í sjónvarpi, að þið þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur, það bara þið sem eru að nota Facebook og YouTube, að nú rofnar útsettingin en þið finnið þráðinn annar staðar fljótt. En þið sem eru að hlusta í útvarpi eða horfa í sjónvarpi þurfið engar áhyggjur að hafa. Framundan viðtal við Hörð í Landsvirkjun og Sigurður, þú ætlar að taka það. Já. Takk fyrir í bili, sjáumst á morgun, segi ég, klukkan 8 þegar fréttir samstöðuna verða sagðir hér. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Já, komið sæl á ný. Til mín komin Hörður Arnarsson, framkvæmdastjóri Landsvirkjunar. Vertu velkomin. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma. Og þetta náttúrulega endalaust umræðuefni varðandi rafmagnið okkar orkuna og hvað við gerum með hana og annað. Núna lesum við bara mjög oft fréttir það að það hugsaðir vindmyllugarðar hér og þar. Fyrir mörgum ára síðan þá var ég ritstjóri á fréttatímaritinu Mannlífi og þá var þessi umræða svona að byrja og við vorum að tala við fólk sem þekkti til og þá var svona, nei, ekki við þessu misviðrasamt á Íslandi. Það getur verið logn í marga daga eins og við höfum kynst núna sem betur fyrir eitthvað og svo alveg hífandi sorg. Dregur það ekki úr gildi vindmylla hér? Svona, ef við horfum á vindorkuna þá svona Ísland talið svona eitt af betri löndum í heiminum fyrir uppbyggingu á vindorku sem nýtingar hlutfalli hjá okkur svona með því besta sem þekkist. Það hérna á Íslandi þá nýtingar hlutfallið ef þú velur réttu staðina á Íslandi þá það svona, getur að vera svona 40-45% að því að vindmyllurnar framleiða orku svona 40-45% tímanum. Ef við maður rétt þá heimsmeðaltalið svona 27-8%. Þannig að vissulega þetta sveiflukennd framleiðsla en hún hvað hagkvæmust í löndum eins og hér og í Norður Noregi. Og við erum með svona svipað nýtingarhlutföll á landi hér og í Noregi og við sjáum út á sjó sem svona með því besta. Þannig að þetta ágætur kostur svona með þá náttúruauðlind sem við höfum. En þegar þetta dettur í dúnalogn sem betur við gerast líka að þarf þá ekki að vera til önnur orkuframleiðsla til að fylla í skarðið? Jú, það að mæta það tvennan hátt, annars vegar þarf að mæta það með eins og gert yfirleitt að þá þegar vindurinn dettur niður að þá keyrir önnur orkuframleiðslu upp sem þú getur síðan sparað á meðan vindurinn snýr. Þú getur líka snúið þann veg að segja að þegar vindurinn blæs þá dregur úr framleiðslu og svo þegar vindurinn fer þá eykur hann enn meira en þú hefur gert ekki að framleiðsluna. Hinlegin síðan að náta viðskiptavinnana taka ákveðnar sveiflur sem hægt í sömu tilvikum að eftir þess að mikil vindur blæs að þá eykur framleiðslu á einhverjum vörum og síðan þegar vindur blæs ekki þá dregur úr henni. Þetta eins og yfirleitt óhagkvæmt fyrir iðnaðinn að gera þetta en það alveg dæmi að það séu iðnaðir sem taka þátt í þessu sveiflum, við sjáum það í Evrópu. Það sem geta þolað það að missa orku. Já, eða þeir sætta sig við það. Ég held að nú flest allar atvinnugreinar vildu hafa stöðuorku en það hægt að gera bæði en svona svo svarið svo einfaldra þá svarið bara já ef við horfum á þann eina sem á Íslandi þá þarf eitthvað annað að taka við ef að vindur blæs ekki. Það er svona einfaldar svarið á Íslandi. Auðvitað vitið þetta, ég veit að þeir eru búin að kanna þetta en hvernig líst þér samt á þetta sem að ef þetta verður ekki alltaf veruleika en það víða verið að undirbúa
vindmyllugarða? Sko ég myndi meira orðaður frekar að víða sem menn hafa hugmyndur að skoða það. Það náttúrulega langt leyfisveitingaferli eftir og við náttúrulega búum í samfélagi þar sem fólk má koma með hugmyndir. Og ég myndi svona segja að fólk ætti að forðast það að segja að þær hugmyndir séu eitthvað sem að verða veruleika. Það er flókið leyfisveitingaferli hvar má reisa orkuver eins og fólk ætti að vita. Stjórnvöld veit ég að vanda sig við að finna löggjöf hvernig þetta verður valið og þarf að vera valið staðsetningar fyrir þetta þannig að náist sátt það. En það hins vegar líka, við þurfum líka að gera grein fyrir það, við þurfum að horfa bara á hvað getum við svona orkufræðilega sé að veri með mikla vindorku í kerfinu. Ég held að það væri mjög áhugavert fyrir stjórnvöld að greina það. Bara út frá því vatnsafli og jarðvarma sem við höfum og við sjáum fram í framtíðina. Hvað getum við verið með mikið af vindorku, hvað getur þetta kerfi stutt við mikið af vindorku? Það mun minna en fólk heldur og við höfum bent á það. Það er hægt að auka það eins og með að stækka virkjanir og þessu þar. Þannig að það er ekki svona orkulega séð hægt að byggja upp mjög mikið og mjög hratt. Nei, þannig að sko vatnsorkan og jarðvarminn, að það getur ekki stað á bakvið endalaust að vindmyllum. Nei, það er svona ákveðin geta bara í kerfinu í dag. Við höfum upplýst það að þetta ræðst náttúrulega hvað notendur geta sveiflað, þeir geta örgulega sveiflað eitthvað. Þetta er svona á stærðargráðinu nokkur 100 megavött sem við getum bætt við að vindi í dag. Síðan ef við stækkum núverandi virkjanir þá ekstra, en þetta er hins vegar takmarkað magn og það tekur tíma að byggja upp afl. Þannig að hröð uppbygging á vindorku sem að krefst þess að skila síðan í jafnri orku, hún getur ekki gerst á Íslandi í mínum mati. Þetta þarf að gerast í skrefum, en þetta held ég að það sé það sem að samfélagi vilji. Já, en hvað eru þið langt með ykkar? Er þetta ekki bara en það tilraunir? Er þið farin að virkja vind? Já, við erum með 2 kosti. Við erum alltaf byrjuðum langt og undan öllum öðrum. Við byrjuðum skoða þetta bara upp á 2010 og ef maður rétt reistu við fyrstu tilraunir vindmyllur okkar 2012. Þótti mörgum það skrítið en við sögðum að þetta myndi lækki kostnaði og yrði okkar mati samkeppnishæft og það varð raunin og við fórum síðan í rammaáætlun með 2 kosti. Þannig bara upp úr fyrir svona 10 árum síðan, langt á undan öllum öðrum verkefnum og fengum 2 kosti samþykkta í rammaáætlun nýtingarflokki, annars vegar Búrfellslund sem heitir núna Vaðölduver, því hann var færður aðeins til, en færður aðeins nær einni rangkvæða getra og síðan Blöndulundur sem við erum bara að gera rannsóknir, en Vaðölduveri, þar erum við bara að byggja 120 megaváttra vindorkugarð. Það er bara framkvæmdir eru alveg á fullu. Hérna í sumar og við munum gera ráð fyrir að reisa helmingin 60 megavatt á næsta sumar sem byrja að framleiða bara næsta sumar og seinni helmingin sumarið 2027. Já. Þannig að þið eru bara með þetta þið eru byrjað að vinna Við erum öll leyfi og útbúið staðist og búin að bjóða út allt og bara verktakar á staðnum að byggja undirstöður, byggja vegi. Þetta fólk sér þetta ef þetta keyrir fyrir Búrfell og fyrir Sultartanga þá má segja milli Sultartanga og Búðarháls. Þar austan við veginn, þar munir rísa 28 vindmyllur í maður rétt. Núna 14 á næsta ári og 14 árið eftir. En er þetta ekki dýr framkvæmd? Jú, orkuframkvæmdir eru dýrar. En þetta er heldur dýrara heldur en hagkvæmt vatnsafl jarðvarmi, en þetta er sem alveg samkeppnisfært. Þetta er að mínum að þetta er góð þriðja stoð, en ég hef sagt það alltaf alveg frá upphafi, þó að ég segi þriðja stoð, þá eru okkar bestu kostir í vatnsafli og jarðvarma til að mæta þeirri orkuþörf sem að samfélagið hefur. Þetta er í þriðja sæti? Já, en þetta er samt alveg gott þriðja sæti. Þetta er alveg, að mínum að alveg sjálfsagt að nýta þetta, því við getum alveg fundið staði, eins og til staðinn þar sem við höfum valið þarna við Vaðöld og eins staðinn þarna fyrir ofan Blöndulón, sem ég tel að það geti nást bara ágætt sátt um það. Þetta sést ekki frá neinum heimilum manna, þetta sést ekki frá neinum sumarbústöðum manna, þannig að þetta er ekki nein truflun að þessu. Nei, en segðu mig, hvað finnst þér til dæmis eins og það fólk er að tala sjónmengun nú þegar við erum í öðrum löndum, við erum að keyra og við sjáum allt í kringum okkur vindmyllur? Já, en sko ef við horfum á, og það hefur almennt séð bara gengið vel. Já, það er bara almennt séð gengið mjög vel, en við sjáum bara lönd bara eins og Holland og Danmörku sem eru minni lönd en við erum með og gríðarlega þéttbýl.
og hérna mjög flöt og það engin fjöll sem að skýra. En þar eru, ef ég man rétt, að þar eru hvorum staðum sig, þá eru milli 7-8.000 megavött af vindi á landi í þessum löndum. Það gengur bara vel. Við erum kannski að tala hérna allavega í fyrsta umgangi að það getur kannski orðið hérna 1500 megavött í okkar stóra landi sem mjög strjálbýlt. Þannig að ég held að sé og þetta gengur alveg bara mjög vel í þessum löndum þó svo að þeir hafa gert ákveðin mistök kannski að dreifa þessu aðeins svo mikið að þá held ég að við getum alveg framkvæmt þetta og ég held að vera bara gaman að sjá hvernig viðbröðin verða þegar vaðöldu ís. Að ég bind vonir við það að þessa orkustarfsemi eins og alla orkustarfsemi sem er byggt upp verði almenn ánægja þegar búið að reisa þetta. Já. En þið eru svo sem vön því að það komi svona mótbárur? Það er bara mjög gott. Það er mjög gott að komi uppbyggileg gagnrýni á svona stór framkvæmdir og við teljum það, fengum okkur ekki alls ekki undan því og það hefur gegnum tíðina haft mjög jákvæð áhrif á framkvæmdirnar. Sem þeim hefur oft verið breytt vegna athugasemda eins og til dæmis eins og vaðölduver. Þegar þetta var uppalega byggt þá var þetta á öðrum stað. Þetta var við frá ofan Búrfell, þar á sléttunni. Þannig að þegar menn voru að keyra upp Þjórsárveginn hana, upp Sprengisand, þá voru þeir á hægri hönd og báru við þegar menn horfðu á Heklu. Og þeir varu mjög áberandi. Eftir að fengu þar athugasemdir voru þær færðar á annar stað þar sem að þær verða mun minna áberandi, bæði vegna þess að þær eru ekki svona sjóllínu við þá svona helstu áfangastaði sem að fólk er að horfa á og einnig ég vil ekki segja vindmjölu fallin í landslag en þegar það eru hæðir bakvið, það er svona landslag rís bakvið vindmjölunar þá eiginlega sjástar mun minna. Þannig að við tókum þegar við fórum í umfangsmiklar breytingar, færðum allar vindmjölugarðin einhverja 10 kilometra vegna athugasemda. Þannig að ég held að, og það má segja með allar ákvað virkjanir sem við gert að þessar athugasemdir koma, það er hjálp okkur að gera framkvæmdina betri. Já, en það þið þurftu ekkert að rífa upp með rótum? Nei, þetta var áður sko. Það er mjög kostnaðarsamt að gera það og þess vegna þarf þetta samráð áður sem er bara gegnum umhverfismat sem er bara ferli sem að virkar mjög vel. En það var bara kynntar á öðrum stað sem var út frá sjónrærum áhrifum ekki eins góður á núverandi staður og við teljum að þessi sjónræn áhrif sem að núna munið að skoða mismunin á, fólk getur farið inn á netið og sé hvernig þetta breytist. Þannig að einn aðalatriði er það að svona gagnrýnisraddir eru mjög mikilvægar og það er mikilvægt að hlusta. Já. En finnst ykkur ekki stundum gagnrýni ganga langt? Illa undirbyggð? Það kemur ekki líka? Jú, auðvitað getur manni fundist það líka en það er málfrelsi, fólk má segja það sem það sín en þá er það bara úrskurður aðalega að finna út úr því en síðan er náttúrulega svakalega mikilvægt sem er síðan þarf að nást niðurstöð það sem er kannski erfiðast í þessum málum hversu mjög svona verkefni sem hafa gríðarlega mikinn stuðning og fengi mjög vandaða málsmeðferð hvernig hægt að tefja þetta nánast endalaust með miklum kostnaði löngu eftir að stjórnvöld og aðrir hafa ákveðið að þetta séu framkvæmdir sem að fólk vilja ráðast í eða vilja styðja. Hvammsvirkjun, það er svoleiðis dæmi. Já. En sko fyrir mig þegar ég horfa fréttirnar að þá Landsvirkjun fengi bráðabirgðaleyfi og svo sýnda myndir það sem bara þeir eru með allskins tæki og tól til að búkollur og stæðstu jarðýtur og ekki er það bráðabirgða framkvæmdir? Sko það var farið í undirbúningsframkvæmdir sko til að þegar þetta er þannig þegar menn fá síðustu leyfin, þetta er mjög langt leyfisendingaferli sem að þá þegar þú sækir virkjanleyfið og framkvæmdarleyfið þá þarftu að hefja framkvæmdir. Þú veist, ef þú hefur ekki framkvæmdir eða sko framkvæmdarleyfin að nást þá fellur leyfið niður. En samt er þá langt kæruferli eftir. Og það er líka þeir sem er kæra, þeir gera þá ofta að draga kærurnar alveg eins lengi og þeir geta, eins lengi og þeir hafa leyfi til. Í þessu tilviki er því nauðsynlegt þegar þú kemst á annan stað þá þarftu að byrja framkvæmdir og það sem við gerum, við byrjum undirbúningsframkvæmdir. Þess að það er bara lítið hluti af verkefninu sem snýr að því að byggja upp aðstöð á svæðinu, að byggja upp vegagerð, byggja upp vinnubúðir,
fjarskiptasamband, vatnsveitu, til þess að gera það, þá þegar byggja vegi og vinnubúðir, þá þarftu mikið af möl. Þú þarft til þess að slétta undir, þetta mikið tún, svo það var jarðvegsskipti og þá hefur 2 valkosti, það að fara í námu einhvers staðar allt annars staðar og keyra hann á staðinn og eða nota þá námu sem var að fara að myndast, sem fráleiðri skurðurinn. Þannig að bara út frá umhverfissjónarmiðum ákveðið að nota hluta fráleiðskurðurum að byrja að grafa hann til þess að fá efni í vegagerð og þannig að það ekki verið að byrja, það hvergi verið að vinna í ánni. En ef við hefum ekki gert þetta það var umhverfislega verra og þá þyrftum við að þegar tækjum upp eftir meir byrjum að grafa fráleiðskurðinn, að þá myndum við þurfa að hugsetja þetta allt með umhverfisáhrifum. Þannig að þetta náttúrulega mjög augljóslega hvað verið að gera þarna, það ekkert verið að byrja á virkjunni, síðan þegar koma þessar ágallar í leyfisveitingunni sem tekur fram, það voru engir ágallar á verkefninu, efnislega heldur voru það komst Hæstiréttur að því að Alþingi gert mistök í lagasetningu, það mjög sjaldgæft svoleiðis sagt í dómi, bara þetta var mistök í lagasetningu, þannig að þetta endurtaka leyfisveitinguna, að þá voru góð ráð dýr, þess að við erum með kannski 50 manns í vinnu sem að þurfa að klára þessu undirbúningsframkvæmdir sem raunverulega ekkert háðið þessar óvissu, af því að þetta er ótengt vinnu í ánni. Já, en ef að þið fáið ekki leyfið? Þurfum þá að skila þessu? Fyrsta lagi erum við alveg samfærið það að við fáum leyfið. Fyrsta lagi erum við samfærið það. En við erum með öll leyfi og við erum með, en ef svo færi, þá þyrftum við að ganga frá svæðinu aftur í óbreytt ástand. En hinlegin að við urðum að byrja. Af því að þetta er bara, við erum búin að koma okkur í svo mikil vandamál með leyfisveitingar ferðlega framkvæmdana að þessi leyfi sem mest tekist á, mest hjólaði til þess að stóða framkvæmdana og það er mikilvægt að gera þessi grein fyrir, þetta er allt annað en samráð sem við erum að tala áður. Þannig erum við ekki að tala að þessar aðgerðir andstæðinga virkjunar ganga ekkert út á að bæta virkjunina, ganga ekkert út á það að draga úr umhverfisáhrifum eða draga úr samfélagsárum, það er bara verið að reyna að koma í veg fyrir virkjunina, gegn vilja Alþingis, gegn vilja sveitarstjórna, gegn vilja alla sem hafa ákvörðunartökuvaldið í samfélaginu. Þannig að við höfum full að trúa að við fáum þetta og það en við urðum að byrja, það er ekki hægt og þetta er kannski ástæða fyrir að það er mjög fá fyrirtæki önnur en Landsvirkjun sem geta byggt virkjanir, bara sem hafa þetta bolmagn að taka þessa áhættu, því þetta er vissulega áhættu og þú segir svo að þetta myndi bara falla bara þó ég telji enga líkur á því að þá gætu við lent í því að það sem við erum búin að gera en það er líka þá allur undirbúningskostnaður okkar síðustu 30 ár sem eru margir milljarðar, hönnunin, útboðin, umhverfismatið, raunur væri kannski þetta þarna það minnsta sem við erum að þurfa að afskrifa. Þeir eru þegar búin að fjárfesta mikið í verkefni. Þú voru að fjárfesta gríðarlega til þess að fara í gegnum allt leyfisveitingaferli, alveg gríðarlega, yfir ofsalega langan tíma. Og er það búið að frumhanna allt? Já, full hanna, það er bara útboðsvönni, það er bara útboð að fara í gang sem að fer ekki fyrir að kannski leyfin verða komin aftur. En það er mikilvægt það hefur Hvammsvirkjun hefur fengið mjög mikil stuðning fyrir Hvammsvirkjun í raun og veru alltaf ef mann horfa á stóru myndina til þess verkefnisstjórn rammaáætlunar hefur alltaf lagt til að virkjanir í neðri hluta Þjórsá færu í nýtingarflokk. Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun. Síðan hefur aldrei ekki nokkurn fært hann í biðflokk. Sveitarstjórnirnar á svæðinu styðja þetta einhuga í Rangárþingi ytra og mikil meiri hluti í Skeið- og Gnúpverjahreppi. Það er búið að semja við alla landeigendur sem hafa landað ánni bara í frjálsum samningum. Það er náttúrulega mikil stuðningur á Alþingi við þessu og í samfélaginu öllu. Þannig að það er mjög skýr stuðningur við þessa virkjun og það er bara þetta flókna leyfisveitingaferli gera það verkum að þetta er hægt að tefja þetta og það hefur tekist vel. En hversu nauðsynleg er Hvammsvirkjun? Er það bráðnauðsynleg og þá hvers vegna? Já, það er náttúrulega svo sín sem að stjórnvöld þurfa að hafa. Bara hver er framtíðar sín stjórnvalda orkuöflun og þörf samfélagsins. Hvert erum við að fara með samfélagið?
Og þessi ríkisstjórn hefur sagt það mjög skýrt að þau vilja að það sé bundið í lög að stjórnvöldur skýri það hversu mikla endurnýjanlega orku við viljum, hvað framboð við viljum hafa í samfélaginu. Við keyrum allt samfélag áfram orku. Annars er endurnýjanlega orku og eins og er jarðefnaeldsneyti. Það er mjög sérstakt hvað er mikil umræða það þegar fyrirtæki taka til starfa sem að nota endurnýjanlega orku. En það er engin umræða það þó að við aukum umfang í fyrirtækjum sem nota bara jarðefnaeldsneyti. Sem lenda síðan sem skuldbinding á okkur að draga úr En ég held að samfélagið vilji bæði fá endurnýjanlega raforku til þess að stuðla að orkuskiptum sem að við erum skuldbundin að gera sem er ganga bara fyrst og fremst út og hætta að nota olíu og bensín og hins vegar að styðja við fyrirtæki sem að nota endurnýjanlega orku og byggja upp atvinnustarfsemi. Við getum farið þessar tvær leiðir það er að fara í orkuskipti í gamla iðnaðinum eða eiga að fara í nýjar iðngreinar sem að byggja fyrst og fremst á endurnýjanlega orku. Það er þessi stjórn, en það er mjög skýr vilji stjórnvalda og mikil þörf í samfélaginu fyrir og bara lífskjör tengjast gríðarlega mikið notkun orku og hagvöxtur og svona samfélag sem útflutningsverðmæti. Það er mjög mikilvægt að sá vöxtur byggist á endurnýjanlega orku. Það er skilja á milli því að auka losun tengda hagvexti, en það er alveg hægt að auka hagvöxt og lífskjör án þess að auka losun. Já. Þannig að hún er nauðsynleg. Já, það er náttúrulega stjórnvald að ákveða það. Já. Og þá þurfum við að horfa langt fram í tíma. En þið hljótið að þurfa að meta þetta líka. Já, við sjáum alveg klárt þörfina og frá mjög áhugaverðum atvinnugreinum og síðan í orkuskiptunum. Við sjáum svo er bara vöxtur upp á svona 5, 10, 12 megawatt á ári bara í almenni notkun sem þarf að mæta. Já. Og á þess að neitt stórt komið til. Já, það er bara okkur fjölgar og já. En segðu mér það er nú nýlega búið að koma upp eitthvað svona leiðindamál sem gagnaver hér var notað í einhverju humbúrki. Er gagnaverin hagkvæmur kostu fyrir Landsvirkjun? Já, þau eru hagkvæm. Ég held að þetta gervigreindar hagkerfin og þekkingarhagkerfin eru þessi gagnadrifnu innaður sé mjög áhugaverður fyrir Ísland að byggja upp og það er raun og veru, maður getur oft spurt líka hvað gera aðra þjóðir, við getum oft bara horft til Norðurlöndana, það er gríðarlega áhersla á Norðurlöndunum á uppbygging gagnavera. Þá er ég að meina gagnavera sem eru með reiknifreka enterprise gagnaver sem eru með þessum gervigreind og gagnageymslu. Það er enginn sem er með áherslu á Bitcoin gagnaver eins og þú vorst tala um. Þau eru, ég held að þau séu mestuleyti alveg hægt starfsemi hér. Þau voru störfuð bara þegar það var tímabundið umframframboð í kerfinu sem myndaðist þarna svona 2020. En gagnaver sem slík er mjög áhugaverð iðngrein og ég held að stjórnvöld sýna það líka bara með því hvernig er að fjárfesta í sælstrengjum og tengja landið og annað þess þar en þetta er náttúrulega samt ákvörðun samfélagsins og ákvörðun stjórnvalda hvers konar atvinnugrein viljum við gera. Þetta eru mikil hálaunastörf. Þetta geta byggst síðan og hliðarfyrirtæki við þetta sem geta búið til mikið af þekkingu. Já, núna er búið að loka verinu á Bakka við Húsavík vegna bara hér ekstra fórsendur og þá er strax komin einhverjar áætlanir þar verið byggt gagnaver. Er það vegna þeirra orku til að nýta orkuna sem að kísilverksmiðjan notar ekki eftir hún lokaði? Ég held að það sé ekki búin að loka ég held að það sé bara tímabundið. Já, þeir hafa tímabundið vegna markaðsaðstæðna og vegna mjög ósanngjarnar samkeppni frá Indlandi og Kína þar sem að er ekki alveg keppt og jafnréttisforsendum þá var það rekstur sem að mér skildi að þeir ákveðu að stöðva reksturinn tímabundið en eftir mínum upplýsingum þá gera ráð fyrir að fara aftur í gang á fljótlega á næsta ári og maður vonar bara að það gangi en það kemur það bara í ljós en það fyrirtæki er bara með raforkusamning við okkur hann er ekki runnin út og það eru með ábyrgðir sem gera það verkum að þeir munu greiða raforkuna
Já, þeir þurfa að borga þó nýtan ekki. Borga hlutaði, en auðvitað vinnum við samt með þeim. Þetta er ekki alveg svona aðstæðar þá þegar aðrir afvirkjendur okkar hafa lent í svona þá hefur það gerst. En í grunninn er þetta góð verksmiðja. Hún er sem vel hönnuð og gat framleitt hágæða vöru, en þeir náðu ekki að raun og veru að halda kostnaðinn niðri og fá kannski nógu hagkvæm verð, þannig að þetta gerist. En síðan er mikill áhugi á Ég held að þetta gagnaverk sem ég sá bara fjölmum, ég veit ekki einu samtölum okkar við að á Bakka, en það er bara mikil áhugi á uppbyggingu á landsbyggðinni og ég held að þetta sé ótengt Bakka. Ég sá ekki tengingu. Straumurinn myndi duga fyrir hvoru tveggja? Það við höfum heilmikla möguleikar á Þeistareykjum, við byggðum þar virkjun fyrir 6 árum síðan sem gengur mjög vel og við erum með bara í bígerð núna að stækka hana bæði með svokallari toppdriftivél sem er svona ákveðin ný vöruþróun sem við erum að gera, nýta núverandi gufu betur sem er mjög áhugavert på 25 megawatt og síðan er hægt að stækka virkjun okkar mati um 90 megawatt og við vorum að mjög varfærdu uppbyggingu sem hefur gengið mjög vel, mjög mikil sátt við heimamenn hvernig þetta hefur gert og frábært samstarf við bæði Þingeyjarsveit og Norðurþingi í þessu máli en við sjáum alveg fyrir okkur áfram það var alltaf verið sagt með Bakka að Bakki væri iðnaðar svæði þar sem að heimamenn vonast til þess að fá þar atvinnugreinar sem að sjá sér hagi að vera þar og vissulega hjálpar endurnýjanleg orkan til þess að skapa samkeppnisforskot á þeim stað. Vegna þess hvað verið með endurnýjanlega orku í iðnaði til dæmis og veistu til þess hvort að íslensk iðnfyrirtæki njóti þess í sölustarfsemi sinni að geta bent á? Það er að aukast verulega. Að senda upprinn og orkuna fyrir að skipta meira máli. Það er aðeins bakla núna eins og í öllum umhverfismálum. En við sjáum samt að mörg okkar stærri fyrirtækja eins og gagnaverin, þau leggja mikla áherslu á það sé alltaf upprunavotta og þeir fá viðskiptur út á það hingað. Laxeldisfyrirtækin sem eru á landi, þau leggja mikla áherslu á þetta og við erum farin að sjá það og okkar stærri viðskiptavennir eins og Rio Tinto, þeir eru farin að upprunavotta alla sína framleiðslu sem að segir að þetta er farið að skipta það máli og vonandi fer það bara að skipta meira og meira máli og þá eigur það líka verðmæti okkar auðlinda. Já, en Rio Tinto er náttúrulega elsta álverið, það er í Straumsvík. Það er sem voru hálfur alda gamalt eða meira? Já, það var byrjaði þeir var búið að stækka oft á þessu tímabili en þeir byrjuðu Landsvirkjun 60 ára þessu ári og það var svo tók Landsvirkjun tók til starfa síðan 5 árum seinna og sama tíma gerði þá þannig að þeir eru þá orðin líklega 55 ára myndi ég svona skjóta. Já. En stundum hefur verið svona umræðin það hvort að þeir myndu draga mikið úr eða jafnvel loka? Það held ég að sé þeir eru með raforkusamning fyrir næstu 10 ára og verksmiðjan gengur vel. Hún er vissulega orðin gömul en starfsfólkinu þarna hefur tekist að gera rekana með mjög hári nýtingu og hagkvæmt og það hefur líka verið fjárfest í að framleiða verðmætari vörur. Þannig að hún er að framleiða mjög sérhæfða vöru inn á Evrópu. Þannig að ég held að það sé auðvitað munu allar verksmiðjur loka. Það er eitt sem við vitum með verksmiðjur sem eru byggðar, þær munu loka. En það er líka mikilvægt að hafa það í huga það er raun og verið eigandi verksmiðjuna sem ákveður hvernig hann lokar henni. Þannig að og ég hef ekki heyrt á þeim að það standi til. Ég held að þetta sé bara vissulega orðið nokkuð gamalt álver en mjög vel rekið. Já, kannski endurnýja það sem þarf náttúrulega í tímans rás. Já, þeir hafa gert það og sem svo 2012 þegar við sömdum við sem var svona ákveðin tímamótasamningur fyrir Landsvirkjun að þá sem breytti mikið fjárhagslegri stöðu fyrirtækisins að þá einmitt hjálpuðum að fara í nýju steypuskála sem var svona kannski líkillega þeirra getur líka til að borga hærra raforkuverð. En svo framleiðslu hefur gengið mjög vel. Nú ætla ég svona að fara aðeins út á hálan ísa því ég þekki það kannski ekki alveg nógu vel en þú drifur mig þá bara landi. En þessi uppruna vottorð sem að þið er að fá fullt af peningu fyrir en það er þetta ekki svona hálfgert fals? Nei, þetta er alls ekki. Þetta er bara mjög skynsamlegt kerfi bæði fyrir orkuframleiðendur sem framleiða endurlega orku og líka þá sem er að kaupa
orku, af því að sko endurnýjanleg orka sko er nákvæmlega, þegar þú tekur hana út úr innstungunni þá er endurnýjanleg orka nákvæmlega eins og orka sem er búin til með kolum. Það er engin munur á raforkunni. Þannig að, og þetta blandar saman í öllum kerfum í Evrópu, þannig að þú getur aldrei látið upprunnan fylgja orkuna. Þú veist ekkert hvað orku þú færst farið út úr kerfinu, það er bara að þú fær vottað, það er framleidd orka á sama tíma og þú ert að nota hana. En okkar orka fer ekki til Evrópu? Nei, það er líka heldur, sko, það er líka, sko, í Evrópu, það er kannski ekki tengingar í gangi á milli landana heldur, sko, orkan var kannski ekki frá A til B, frá B til A, þegar þú varst að kaupa frá A til B, þannig að það er alveg það sama, en grunnurinn er náttúrulega bara að styðja við orkuframleiðslu og þannig að þetta, við getum sagt, má segja, fyrir okkur Íslendinga getum við sagt, akkur eru við að taka þátt í þessu, og þá getum við sagt, ef við tökum ekki þátt í þessu, að vera með uppruna vottaða raforku, þá nytu fyrirtæki á Íslandi ekki því að geta sagt að þeir væri með uppruna vottaða raforku. Það dugar ekki að segja að við erum frá Íslandi og Ísland er grænt. Þið vitið ekki að Íslandi, allar raforkunar til hljóta að vita það. Það virkar ekki þannig. Það virkar ekki þannig. Margir kannski veit ekki eins og Ísland sé til. Þannig að ef við ætlum að geta sagt að hún sé upprunavottur, þá þurfum við að taka þátt í þessu alþjóðlega kerfi. Sem við hljótum öll að vera sammála um það. Þá er hinlegin segja, þetta er eitthvað sem að þjóðin á, orkufyrirtækin og þjóðin í getur landsvirkjun, eigum við þá að selja þetta eða gefa þetta? Eigum við að gefa stóriðin, eigum við að segja bara þið fáið þetta alveg saman hvort þið kaupið þetta ekki? Þetta eru svona kannski 5, 6, 7 milljarðar ári, eigum við að gefa þeim það? Eða segja við þau, þið fikk endilega kaupið þetta á okkur, en þið verðið að kaupa þetta á sömu kjörum aðri. Og það er auðvitað svo leið sem við höfum farið, okkur væri bara óheimilt að gefa 5-7 milljarð ári, það er bara, ég myndi ekki lengi verið í starfi ef ég stundaði það. Þannig að við tökum bara þátt í viðskiptunum, en það sem er ekki ákvæmt, fyrst vildu þið ekki kaupa þetta. Svo vildu bara fá þetta fritt. Og þá var farið út í svona alls konar upplýsingóriðu að þetta væru afláttbréf og eitthvað svo leiðis, bara til þess að reyna að þvinga okkur í að gefa þetta. Við höfum alveg staðið það af okkur og skýrt þetta út fyrir aðilum, það er mjög auðvelt að rugla þessu umræðu. En þetta er gott fyrir okkur sérstaklega sem framleiðum orkuna. Þetta er líka mjög mikilvægt, þetta er ekki það að einhver, þetta tengist ekkert CO2-losun. Þetta tengist ekkert því að kolaorkuver geti keypt sér uppruna ábyrgð og þá sé allt í lagi, það nýtist þeim ekki neitt. Þetta er ekki tengt losun, þetta er eingöngu tengt því að þú vilt markaðslega geta sagt að sko orka sem ég er að nota er græn. En þetta er mikið búið að reyna að rugla þessu með að segja að þetta sé verið að hjálpa mönnum að nota kveikja kolaorkuverið í Þýskalandi með bara alrangt, þetta er bara upplýsingar óræði sem er sköpuð. En þetta snýst náttúrulega það er miklu hagsmuni. Þetta eru 5 milljarðar ári fyrir Ísland. Það er ekki sem vera að selja mönnum falsa passa? Nei, alls ekki þetta. Og kolaorkuver get ekki keypt það. Það geta keypt það, bara gagnist þeim ekki neitt. Það er ekkert kolaorkuver sem kaupir sér uppruna ábyrgð. Það er Apple í Þýskalandi sem kaupir það til þess að uppruna vottorða að segja það bara, ég bara vill styðja jafnmikla endurnýjanlega orkuvinnslu einhvers staðar í Evrópu, jafnmikið við nota. En þetta er ekkert að gera með það að ef Apple var með eitthvað losun, að það réttlæti þá losun. Ég veit þetta er flókið, raunverið er þetta ekki með flókið, það er auðvelt að snúa út úr þessu. Og það hefur verið stundað mjög af þeim sem er að berjast gegn því að þessir miklu fjárhagslega hagsmunir endi á Íslandingum. Þetta er tugir milljarða sem við erum að tala sem við eigum, sem við gætum ekki tekið þátt í þessu og það voru ekki með græna orku eða hins vegar gefið þetta og það bara kemur ekki til greina af okkar alveg og stór hluti fólk er alveg farin að skilja þetta en það er bara mjög auðvelt að snúa út úr þessu ef þú vilt gera sem hefur verið gert á þetta. Það hefur verið gert markvisst. Já, hérna heima. Já, og líka erlendis. Þetta er bara miklir hagsmunir, bara hver á þennan græna eiginleika orkunar. Er það orkufyrirtækin? Eða er það alþjóðlega stórfyrirtæki? Er þetta þá kannski svona náttúrusinnar sem að gera mest að snúa út úr þessu eitthvað? Nei, ég kannski ekki verið að rekja það. Það er alls konar hópar sem eru í fullri vinnu við það að
takast á við þá miklu auðæfi sem tengjast orkuvinnslu. Það náttúrulega þetta sinna. Þá skulum við fara í annað. Sko, fyrir bara mig og annað fólk sem að nú þetta þannig að ég með rafmagnsbíl, ég þarf að semja við eitthvað fyrirtæki til að fá rafmagnarbíli minn og eins líka bara heim til mín. Þá eru konur svona milliliði bara N1 og Orkusalan, Ísorku og hvað þetta heitir allt saman. Þetta er bara til dælu nýkomið. Nú er við svona viðskipti við einhverja milliliði. Er það ekki? Þetta er mikil breyting bara á fáum árum. Jú, þetta snýst sko að smásölu raforku. Það sem var náttúrulega með raforkunum 2005 að þá var því breytt að ákveðin hluti af raforkuþjónustu færð sem sérleyfisstarfsemi sem bara eitt fyrirtæki sem gerir á þínu sem Landsnet og dreifveiturnar svo veitur. Ef þú ert hérna stórreikstöðvartur þá flytur Landsnet raforkuna í háspenningarnutíðin og svo sér veitur því að dreifa það til húsum og það er bara sérleyfisstarfsemi sem bara eitt fyrirtæki. En það var ákveðið með þessu lagabreytingum sem fyrir 20 ára síðan að framleiðsla og sala á raforku var á samkeppnismarkaði. Þetta er að evrópsku fyrirmynd og hérna hefur marga kosti en líka flækir hlutin aðeins líka og það hefur sem hefur gerst og það hefur margt gott gerst í þessu til dæmis eins og ég held að sé mjög gott að fleiri en Landsvirkjun sé að virkja. Það er allan fyrst okkur að við séum ekki eina að reyðja veginn fyrir nýjar virkjanir. Og síðan þegar þessi nýju sölufyrirtæki kom inn, þau kom inn fyrir svona 5 árum síðan, þá voru fyrstu fyrirtækin stofnuð sem eru þá bara að kaupa orku af orkufyrirtækjunum, var nú fyrst og fremst Landsvirkjun í upphafi og selja það sín áfram til heimila, af því Landsvirkjun hefur aldrei selt til heimila og smærri fyrirtækja. Og innkoma þessari fyrirtækja á markaðinn hafði þarna mjög jákvæð áhrif. Það var alveg augljóst að álagning í smásölu fram að þessu hafði verið mjög há. Því að þessi fyrirtæki konu markaðinn og gátu buðu orku 20-30% lægra heldur en eldri fyrirtækin sem voru, það var alltaf fyrirtæki sem voru með eigin framleiðslu líka. Þannig að þau hafa án efa haft jákvæð áhrif. Þetta hefur haft mikil áhrif bara ef menn fara bara inn á Örbjörg, þá getur það séð munin og ég held að sé í dag svona 20% pluss mun, 20% með meiri munur á því hvað þú kaupir raforkuna, svo var nákvæmlega sömu vöruna. Þetta hefur líka haft mikil áhrif veit ég sko á stöðu fyrirtækjana sem hafa leitað mikið eftir beinusamningum. Þannig að sölufyrirtækin hafa án efa haft jákvæð áhrif á verðþróun til lækkunar. Já. Fyrir þá sem nýta sér það, þá þarf líka að skipta yfir á lægsta aðilann. Og ég myndi segja að það er með ólíkindum að allir gera það ekki það, þú getur bara að fara á netið og tekur þig 2 mínútur að skipta raforkuframleiðanda og þú fær nákvæmlega sömu þjónustu en raforkan er kannski 20% ódýrara. Þannig ég get gert það bara sem sagt. Þú getur gert það meðan þú var að tala um mig. Já. Nei, ég er einbytta mér. En það sko samt þannig að kemur eitthvað svona, nú þarf ég að fara að velja. Já. Og þegar ég vel að þá tek ég ódýrasta kostinn sem getur svo orðið dýrasti eftir 2-3-4 mánuði, ég veit ekki það. Já, það bara skiptir aftur en það er nú þannig að þau sem eru ódýrastir eru yfirleitt ódýrari í langan tíma. Það eru fyrirtæki sem eru með mjög lítið overhead og eru að selja bara á mjög hagkvæmu verði. Já, þeir kaupa af ykkur? Að mestulega, þau geta keypt öðrum framleiðendum líka en framan af þá keyptu þeir bara okkur. Hinn fyrirtækin sem voru bæði með framleiðslu og sölu voru ekkert sérstaklega ánægð með þetta. Þeir vildu gjarna sitja bara að þessu og voru með nokkuð háa álagningu. En hérna, maður komið fram í mörgum skýrslum. En svo ég held nú að þessi að versla bara núna við öll fyrirtækin sem er bara mjög eðlilegt. Ég satt einu sinni og var að tala við Tómas Stór, hérna forstjóra Orkuveitu Suðurnesja. Tómas Má, já. Herru, takk fyrir þetta. En sko þá var þeir að selja til dæmis til Norðuráls. Já. Og þá sagði hann, Norðurál ekki endilega að fá eitthvað rafmagn sem við framleiðum. Það er bara, þetta fer bara inn á hringinn. Þannig að það er allir að framleiða samskonar rafmagn. Já, en þeir selja Norðurál, þá þurfa þeir að setja jafn mikið inn á kerfið og Norðurál tekur út. Já.
skuldbundið til þess. Já, þannig að en hvort að orkan fari nákvæmlega, það eru elektrónur sem voru framleiddar í Svartsengi, hvort það endur på grundtaka, það gerist aldrei. En það fer jafn mikið og þetta í eðlisínu nákvæmlega sama orkan frá öllum. Þannig að, já, það segir að það sem fer inn á netið, það eins sama hver gerir setur. Já, orkan eins leitvara. En segir mér hérna, sko, stundu svona, þetta minni er oft fallegt, það eru margar minni virkjanir. Já. Sem eru 9,9 megawatt, eða ekki? Jú, það er nokkur dæmi það. Það má ekki fara í 10. Já, Landsvirkjun með enga 9,9 megawatt virkjanir, bara taka það fram. Nei, þið eru náttúrulega sér á parti. Já, við förum alltaf í hagkvæmustu stærðina á hverjum stað og förum í gegnum all leyfisveitingaferlið. Nei, ég er að segja þessi sem eru að gera svona minni virkjanir. Þetta talsett svona virkjanir? Jú, það sko, auðvitað svara fyrir sig hver og einn en það getur verið mismunandi ástæður en eitt af því sem að ef virkjun undir 10 megawattum þá þarf hún ekki fara gegnum rammaáætlun sem mjög þungt ferli. En það náttúrulega mjög slæmt ef það ekki verið að optimera framkvæmdina og til dæmis að búa til sveigjanleika því að vatnsaflið þarf að búa til sveigjanleika. Þessi fyrirtæki hafa ofta ákveðið að fara bara hagkvæmuleiðina. Hagkvæmustu leiðin bara að byggja virkjun án sveigjanleika. Sveigjanleikin sem við reynum alltaf að setja í virkjanina til þess að mæta sveiflum og mæta bilunum og annað þess þar, hann kostar okkur heilmikið. En virkjun sem það er líka hættar líka að renna eitthvað fram hjá óþörfis virkjunum, en ég þekki samt ekki þessi einstöku virkjanir og það getur verið margar ástæður fyrir þessu. Ef ég á virkjun upp á 9,9 og ég seti inn á netið, hver kaupir hann að mér þar? Þú þarf bara að hafa viðskiptavinn og margar þeirra selja með samninga við hinn orkufyrirtækin. Það er ekki að borga fyrir flutningin? Jú, það sko aðeins sem kaupir hann þarf að borga, kaupir ákveðna aðra, en og síðan dreifinguna. En þá þarf þetta fyrirtæki að semja við eitthvað, annarkvæmt semja beint við stórnotanda sem ég held að sé sjaldan gert, ég veit ekki svo ég veit, en ég náttúrulega þegar ekki upplýg, en þetta algengast að þeir selji orku fyrirtækjum sem eru með smásölu. Sem gæti verið HS Orka, gæti verið Orkusalan, gæti verið UN Power. Það gæti verið svo líklegast að fara þá og síðan bara... Það var alveg sama hvert á landinu. Já. Það getur samt, ég get verið í viðskiptum með heimilið mitt hérna á Suðvesturhorninu. Já, ég skipti reglum raforkusala. Ég finnst bara líka svitt því þess að vera þrón og það hættu allir að gera, bara 6 mánaða frest að fara að skoða og skipta. Og ég flutti mig, en núna hef verið áður hjá Orkubú Vestfjarða. Þeir eru með mjög hagkvæma orku í boði og ég var að segja þetta við verkfræðinga vinnu mína, hvort þetta fyrir nokkrum ára síðan var að segja hvernig hvort þeir var ekki að skoða þetta. Og þá spurðu mig með því að hvern semur við að flytja orkuna til þín, sem ég gerir sjálfsögðu ekkert. Þú getur keypt að hverjum sem hvar sem. En jafnvel verkfræðingandi heldur að ef þú keyptir af Orkubú Vestfjarða, þá þurftur að semja við einhvern sem ætti streng frá, en það frá Vestfjörðum til upp í Seljakari þessi bí, sko. En það ekki þannig að þú getur bara keypt að hverjum sem og þetta bara mjög gott kerfi. Og það náttúrulega mikilvægt að neytendur séu virkir, það hvetur þessa aðlaða til þess að vera lágt. Og þá bara leið og ef það er eitthvað að hækka þá bara skiptir En eru vatnsaflsvirkjanir svona sko með bráðnun jökla, það getur komið bara einhvern tímann við framlegin og mikið vatn fyrir það, er það ekki? Sko það er við keyrum mjög flókin líkun til þess að greina þessi árið, því miður eru jöklunum að hópa. Vatnsorkukerfið er uppalega byggt þannig að það gengur ekki út á það að nýta það jöklar bráðna. Heldur þetta að taka úrkomu hvers árs sem fellur í formi rigningar eða snjókomu og nýta hana, það er svona orkuvinnslu geta virkjanarinnar. Sumri kemur þetta bara beint í lónin og en á veturnar fellur þetta sem snjór á hálendið upp á jöklunum og það er kerfi gerir ráð fyrir því sem við fengjum bara snjóin sem kæmi hverju ári. Þannig að það er raunverulega að þetta væri snjór, það frestaði að þetta kæmi í lónin. Við höfum séð að jöklarnir að minnka, þannig að við erum núna búin að byggja þenni módeli næstu 100 árin, þá munu, ef þetta gengur fram sem horfi sem við erum vonandi að gerist ekki að jöklarnir nánast hverfi, að þá erum við með auki innnesli.
Því við erum að fá, og þetta verður auki orkuvinnslu getu kerfisins og við erum að selja meiri orku út af þessu. Hvað teljum við að gerist hérna eftir þetta? Ef þetta raungerist sem við vonum ekki, þá er talið að Ísland verði rigningarsamara og orkan kemur þá meira strax inn í lónin, eða vatni kemur strax inn í lónin. Það ekki þörf á jafn stórum lónum, af því að lónin eru til þess að taka miklu bránu sem kemur á vorin. Þannig að orkuvinnslu, þó jöklandi farið, þá á orkuvinnslu getan ekki að minnka. Jafnvel meira segja líkunum segja að muni aukast vegna þess að þetta verði líkara veðurfara eins og kannski á Breiðlandseyjum sem votviðrasamara heldur en hér. En þetta alveg mikil óvissa. Við fylgjumst mjög grannt með þessu. Og en það allir bendið til þess að Vatnsaflsvirkjun haldi svipar orkugetu eftir það. En svo líka svona hugrenningar það hvort að Golfstraumurinn sé ekki eftir og eftir 50 til 100 ár verður nánast óbyggilegt í Íslandi. Já, þá ertu komin út fyrir ég veit, þetta er svona spekulasjónir sem er í gangi. Já, en þessar virkjanir, sérstaklega Vatnsaflsvirkjunar og jafnvel jarðvarmavirkjunar líka, þetta eru alveg ótrúlegar eilíðar vélar ef menn skoða virkjanir Landsvirkjunar eins og Búrfellsvirkjun sem er núna að verða 60 ára gömul og virkjanir við Soginu, Ljósafossvirkjun, þetta eru virkjanir sem eru 80-90 ára gamlar og þar eru eins og það séu nýjar. En höldum við þannig og þetta gæti gengið að eilífi, þetta er svona líkt í að vera eilíðar vélar eins og þú getur fundið. Og við viljum minna líka að það falli gríðarlega vel að landslæginu. Við erum mjög stolt af þessu. Nærseðafélögin eru mjög stolt af virkjunum. Þannig að falli húsaðar. Já, og allt hvernig auðvitað hefur landslægi breyst en þetta hefur fallið mjög vel að landslæginu og ef þú ferð á Búrfellssvæðið og berð það sama við hvernig þetta var áður við komum að það held ég að allir myndu telja það að þessi sandar sem voru þarna mikli sandstormar með að við þetta grósku mikla fallega svæði og síðan Búrfellsvirkjun sem er meinum að fallegasta byggingu á Íslandi. Ég hef komin í Fljótsdalsvirkjun og það er snyrtilegt þar. Það er alls þar, það er bara þegar fólk kemur lagt mikil áherslu á það, bara þetta er alltaf líka bara spurningum virðingu fyrir mannvirkjunum og einnig bara viðhaldið er líka feikilega gott og það er eins og þegar maður er komin í þessar virkjanir erlendir aðalega þar þeir kannski 50 ára gamla virkjuna þeir upplifa hún síðan eins og ný og þeir upplifa nánast þessu séu inn á sjúkrahúsi. Þannig er snirti mennskan inn í virkjunum. Herri, nú fyrir að segja þetta gott. Ég þakkaði mikið vel fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Og ykkur fyrir að horfa á þáttinn okkar og svo heldur dagskráin áfram í dag. Takk fyrir.